Góðan daginn, gott fólk. Ég heiti Ellen Kalmún og formaður Öryrkjabandalagsins með flensu í dag. Verið hjartanlega velkomin á þennan fund og mér langar til að þakka sérstaklega þeim framboðum sem sjá sér fært að mæta hérna til okkur í dag. Það er úr mörgu að velja fyrir kjósendur fyrir þessar alþingiskosningar og það er bara gott að það sé þátttaka í stjórnmálum sé, áhugi fyrir þáttöku í stjórnmálum sé mikill. Ég ætla að kynna hana Þóru Kristínu til sögunar, hún verður fundarstjóri hér í dag og hún segir ykkur frá því hvernig dagskrá verður háttað, hún verður líka strangur tímavörður og fer yfir þær spurningar sem við sendum út til frambúðana. Takk fyrir að koma og takk enn og aftur stjórnmálamenn fyrir að vera hér með okkur í dag. Gjör svo vel, Þóra. Já, sæl og blessuð og velkomin á þennan fund. Hér eru mjög margir frambjóðendur sem ætla að svara spurningum þau mál sem að brenna á fólkinu hérna í salnum. Og til þess að það verði gerlegt, af því að þeir eru svo margir, að þá verði gildi 3 gullnar reglur hérna í dag og svo fyrsta er að virða tímamörk og tímamörkin eru 1 mínúta. Og ég ætla að vera með skeiðklukku til að ganga úr skuggum að réttlætinu verði framfylgt. Og regla númer 2 er að virða tímamörk og regla númer 3 er að virða tímamörk. Vegna þess að við ætlum að hafa pláss fyrir einhverjar spurningar úr sal og það er líka þannig að þeir sem hingað eru komin, þeir vilja gjarnan blanda geði við frambjóðendur eftir fundin og þannig að við ætlum að hafa þetta þannig að það verði pláss fyrir það líka í dagskráni. En hingað eru komin Guðmundur Magnússon frá Alþýðufylkingunni, Steinunn Ása Þorvaldsdóttir frá Bjartri framtíð og Inga Dís Ásta Dís frá Dögun, ég hefði fengið þetta eitthvað vitlaust hérna á blaðinu, og Inga Sæland frá flokki Fólksins og Eygló Harðardóttir frá Framsóknarflokki og nú sé ég ekki hver er þarna, Júlíus Valdemarsson frá Húmanistaflokknum, Sigurlaug Oddný Guðjónsdóttir frá Þjóðfylkingunni, Jón Þór Ólafsson frá Pírötum, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir frá Samfylkingu og Óli Björn Kárason frá Sjálfstæðisflokki og Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn og Steinunn Þóra Árnadóttir frá VG. En já, ég ætla að minna á að þeir sem að vilja skila spurningum úr sal til frambjóðenda, þeir hafa 40 mínútur, fyrstu 40 mínúturnar af fundinum eru til þess. Þið getið skilað þeim skriflega til hans Guðjóns Helgasonar, framkvæmdastjóra, hann stendur þarna úti við dyrnar og er tilbúinn að taka við skýrum og skilmerkilegum spurningum sem er bent ýmist á einn frambjóðanda eða alla. Hann er samskiptastjóri. Já, hann er samskiptastjóri, afsakið. En við skulum fara að vinda okkur í spurningarnar. Já, ég ætla að minna ykkur á að fundurinn er tekin upp og það verða kaffiveitingar að fundi loknum. En við skulum fara að vinda okkur í spurningar frá málefnahópi Öryrkjabandalagsins. Og eins og ég sagði áðan, þá fá frambjóðendur 1 mínútu hver til að svara spurningunum og við byrjum á fyrstu spurningunni og ég hugsa að það sé spurningin sem að brennur á öllum hérna inni. Það er spurningana hér í dag og telur þú að einstaklingstekjur upp á 296.000 krónur eftir skatt dugi til framfærslu í hverju mánuði? Og ég minni aftur á að frambjóðendur hafa 1 mínútu til að svara þessari spurningu sem og öðrum og við byrjum á Guðmundi Magnússyni í Alþýðufylkingunni. Komið sæl. Lífeyriskerfið sem innleitt var með uppbyggingu lífeyrissjóðanna er orðið að miklum samfélagsmeini. Það felur í sér miklar þversagnir og getur ekki þjóna hagsmunum almennings. Alþýðufylkingin stefnir að því að samræma lífeyristryggingu þeirra sem ekki geta unnið fyrir sér, hvort heldur sem það er vegna örorku, elli, atvinnuleysis eða veikinda eða eitthvað annað. Þannig að öllu verði tryggður mannsæmandi lífeyrir sem jafn gengur yfir alla. Dæmigerðar leiga
verið svona 25% af ráðstöfunartekjum fólks samkvæmt Hagstofunni, en lægsti fimmtungurinn, það að segja 20%, hafa þurft að greiða alltaf 40%, jafnvel meira. Og það segir sér sjálft að 40% af þessum tæplega 300.000 krónum, það orðið ekki svo alveg mikið eftir til þess þannig að ég tel að þessar 300.000 krónur sé alls ekki nægar. Steinunn Ása Þórðarsdóttir. Við teljum að 296.000 eftirskatt dugi ekki til framfærslu á hverju mánuði. Þar sem við horfum á þarfirnar hvers og eins og hvernig stöðu hvers og eins. Til dæmis þarf fólk að hafa í huga húsnæðiskostnað, lyfja og sjúkrakostnaðar sem rennur upp í 20.000 króna laun og já, nú heyrið við mig vantanlega. Já. Ok. Hvert var ég komin? Steinunn Ása, þetta verður þú með tíma. Kannski já eða nei, telurðu að fólk geti lifað af? Nei. Það mjög skýrt. Það Ásta Dís frá Dögun orðið. Það finnst þessu? Nei. Þetta er ekki að þessu. Ég kann ekkert að stutta svarið, svo ég nýti tímann, einfaldlega nei. Ef við ætlum að kaupa okkur eða leigja okkur húsnæði, lifa af, við þurfum að kaupa okkur heilbrigðisþjónustu og við þurfum að greiða fyrir lífin okkar. Stutta svarið bara einfaldlega nei. Það ekki flóknara. Já, Inga Sæland, tekur það við? Stuttasvari hjá mér það að mikið óbúst. Það væri nú gaman að við fengjum 296.000 krónur eftir skatt. Þó svo að við viljum gjarnan hafa það betra og hafa það meira, þá flokkur fólksins að stefna því að við fáum 300.000 krónur eftir skatt sem dálítið mikið annað en það sem að þessi rykfata núverandi stjórnvalda að bjóða upp á með þessu nýju tillögum að breytingu almannatryggingakerfinu. Þannig að við viljum gjarnan hafa það betur. Við erum að borga hér 150.000 krónur á mánuði í húsaleigu og annað slíkt. Og það munaði fyrir okkur að leita okkur lækninga, það munaði fyrir okkur að klæða okkur eins og fólk, það munaði fyrir okkur að fara í leikhús og bíó og við viljum hafa það miklu betur og þess vegna flokkur fólksins hér. Hann hér fyrir okkur sem erum öryrkjar. Eygló Harðardóttir. Takk fyrir spurninguna. Í rannsókn velferðarvaktarinnar nú nýlega þá kom fram að helstu ástæður fyrir því að fólk við fátækt hér á Íslandi og skort má tengja til húsnæðismála og heilsuvanda. Það sýnir sig þá aftur og aftur, bæði hér í innlendum og erlendum rannsóknum, að helsta ástæðan fyrir því að fólk við skort snýr ekki fyrst og fremst að þeim tekjum sem fólk með, heldur hver hinn raunverulegur kostnaður vegna framfærslunar. Húsnæði, heilsa, börn og framfæri og skuldir segja þannig meira til skort þetta tekjum. Þetta sé líka mikilvægt að við setjum aðeins þessa spurningu í samhengi. Námsmaður sem býr einn að fá 172.788 krónur á mánuði í námslán og má vinna sér 930.000 krónur eða vera þannig með 207.000 krónur á mánuði. Framhaldsskólakennari í 100% vinnu fær útborgað í dag 322.000 krónur eftir skatt. Og kauptrygging á vinnumarkaði í dag 260.000 krónur, það 1. maí 2017 280.000 krónur og 1. maí 2018 300.000 krónur. Tillögur okkar hins að ganga út á það að gera þetta á undan. Það Jóhannes Valdemarsson. Já, það sem við húmanistar teljum að þurfum við að gera fyrst það að leiðrétta tafarlaust þá
meira en 30% skerðingu sem þessi hópur hefur búið enn við og reyndar líka eldri borgarar vegna aftengingar við launaþróun lægstu launa allt frá 2009. Allir aðrir hópar hafa fyrir löngu fengið leiðréttingar á sínu skerðingum vegna hrunsins og þetta þjóðarskömm. Raunverulega tillaga Húsmannaflokksins að verði lögfest framfærsluviðmið sem ákvarði kjör sem að dugi fyrir mannsæmandi framfærslu. Öryrkjum og eldri borgurum eða nánast öryrkjum og ég tel eldri borgara með verður tryggt þessi kjör óskert án skattlækningar þannig að fá þetta beint í vasann. Sigurlaug Árný Guðjónsdóttir frá Þjóðfylkingunni. Það þarf að hækka í magnarakerfinu svo við heyrum hvað mennirnir segja. Það heyrist rétt fremst. Halló. Það heyrist ekki nei. Halló. Heyrist núna? Já. Tala hátt bara. Já. Við hjá Íslensku Þjóðfylkingunni teljum þessa tölu ekkert of háa. En velferðarráðuneytið þarf að meta aðstæður hvers og eins, þar með talið heimilisaðstæður, hjálparþörf og lyfjakostnað. Eins og kemur fram í okkar stefnuskrá þá viljum við hækka persónuafsláttinn í 112.000 krónur til eða frá, þannig að skattleysismörkin verði 300.000 krónur. Sem og að grunnheilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls. Það metið þessi grunnþjónusta eitthvað sem þyrfti að taka til gagngerðrar endurskoðunar og athuga hvort að breytingar mættu gera þær á. Þá í athugun hjá Íslensku Þjóðfylkingunni að skerðingarákvæðinu verði breytt til þess að þessi vilja og geta uppgefið sér tekið hafi þann möguleika. Kona mín í námi og með námslán. Þetta hækka í þjóðfélagi? Við heyrum ekkert hérna með. Alveg beint í dómnum og tala bara hátt og skýrt. Kona mín sem sagt í námi í háskólanum og við erum með ástúndagörð og hún þá bara með sín námslán sem alltaf mjög lág. Leigan aftur móti lærði 115.000 krónur. Heildarkostnaður heimilisins með 2 börn kannski svona 420.000 krónur. En það má ekki vera neitt auka, það má ekki vera útaf. Ef myndi vera veik, myndi vera að borga í kerfinu eða þurfa að borga dýr hjálpartæki og standi öllu slíku, þá höfum við ekki efna því. Þannig að jafnvel þó að ég sé með svona ágætt laun í manni. Þannig að, já, þetta er nóg til þess að þrauka, en þetta er ekki nóg náttúrulega til þess að lifa. Og það munurinn. Nú, gjaldfrjáls heilbrigðisþjónusta myndi náttúrulega strax bæta þetta fyrir alla sem að þurfa að sækja sér slíkt. Og gjaldfrjáls aðstoð við þá sem að þurfa eins og notið sér persónuleg þjónustu og alla þessa þætti, það myndi strax laga þetta mikið. Sem að nota fyrir stefnu. Þá það Sigríður Ingibjörg Ingadóttir frá Samfylkingu. Þið sæl og takk fyrir þennan fund. Heyrist í mér? 296.000 krónur við ráðstöfunartekjur eru ekki háar ráðstöfunartekjur. Það tökum við heils hugar undir, en það sem öllu alvarlegra að það mjög stór hópur fólks með miklu lægri ráðstöfunartekjur en þetta. Við í Samfylkingunni höfum lagt fram fjölda tillagna hækkun á þessum greiðslum, en Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa ítrekað þetta. Núna hafa komið fram tillögur hækkun til samræmis við launatryggingu á vinnumarkaði frá ríkisstjórninni. Þær eru skammarlegar því þær auka og eru sýndartillögur sem að auka á krónu á móti krónuskerðingar á örorkulífeyrisþegum sem búa inn. Við í Samfylkingunni munum koma með réttlátari tillögur til þess að mæta þessu og markmið okkar að afnema krónu á móti krónuskerðingar. Takk fyrir það.
Þá það Óli Björn Kárason frá Sjálfstæðisflokki. Það byrja á því að þakka kærlega fyrir að bjóða mér eitthvað. Auðvitað það þannig að það ekki hægt að svara því hvort að 296.000 krónur duga. Ég skattfirringur og ég hélt ég talaði mjög hátt. En náttúrulega, ég skal tala herra. Það auðvitað þannig að það þarf mikla útsjónarsemin að komast af með 296.000 krónur. Og það líka ljós. Það þarf mikla útsjónarsemin, sagði ég. Já, og ég klára. Já, leiðum manninum að kann. Og það alveg ljós að slíkur einstaklingur getur ekki með þeim hætti tekið þátt í því sem að við mörg, einstaklega ég, til sjálfsagt. Farið í bíó, farið í leikhús, leikt sér eitthvað sem að kryddar grá miklulega hversdagsleika. Og það auðvitað þannig að við þurfum auðvitað að vinna að því, ekki bara þegar það kemur á öryrkjum og öldruðum, heldur að hækka hér laun almennt og bæta hér lífskjör, ekki bara ykkar, heldur allra landsmanna. Hverjir við stjórnum? Takk fyrir þetta, Óli Björn, og þá það Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn. Takk fyrir, og takk fyrir, takk fyrir að bjóða mig hingað í dag. Ég get alveg svarað frá hjartunar að mér þykir þetta lág upphæð. Það án efa hægt að lifa, en það öll erfiðara að njóta lífsins eins og við mörg gerum nú kröfu á meðan kröfu okkar hér stendur. Við búum hins vegar við þann veruleika að samkvæmt tölum frá Hagstofunni það bil 40% launafólks með slíkar tekjur eða lægri, þannig að við þurfum að skoða þetta í stóru myndinni. Við þurfum að ná þeim árangri að það verði hér samfellt aðgerðar áætlun, ekki bara á 4 ára fresti, kostir í kosninga, heldur á heildina litið samfellt sem miðar því að skapa okkur öllum réttlætt og sanngjarnt samfélag, þar sem að hagsmunir okkar allra verða hafðir að leiðarljósi. Það eina leiðin að skoða þetta þannig og þar inni, fyrst ég hef smá tíma, þá þurfum við líka að fara að endurskoða neyslu viðmiðin okkar, bæði hvað varðar húsnæðiskostnað, heilbrigðiskostnað og almenna neyslu. Takk fyrir þetta, Hanna Katrín. Þá það Steinunn Þóra Árnadóttir frá VG. Komið sæl og takk fyrir að halda þennan fund. Ég held að það verði engin ofhaldstil með 296.000 krónur í ráðstöfunartekjur og því miður þá allt of margir í samfélaginu sem að hafa ekki einu sinni það. Við í Vinstri grænum, við leggjum áherslu á það að það verði forgangsverkefni í kjarasamningagerð næstu ára að hækka lægstu laun og að bætur í almannatryggingakerfinu fylgi slíkum hækkunum. En ég held að við þurfum líka að horfa á samfélagið í heild, því að það skiptir ekki bara máli hvað við fáum í tekjur, heldur Það skiptir ekki bara máli hvað við höfum í tekjur, heldur einnig hvað við þurfum að greiða fyrir í þjónustu úr eigin vasa og þar leggjum við áherslu á það að heilbrigðisþjónustan eigi að vera gjaldfrjáls og við viljum draga... Tíminn að líða, Steinunn Þóra. Tíminn alveg að líða. Já, og við viljum draga markvisst úr kostnaðarþátttöku í heilbrigðiskerfinu og þar að byrja á börnum, öryrkjum og ellilífeyrisþegum. Þannig að það verði meira úr peningunum sem fólk hefur til ráðstöfunar. Takk fyrir þetta. Við skulum vinda okkur í næstu spurningu, en hún fólk með skerta starfsorku hefur oft litla möguleika á að komast út á vinnumarkaðinn þar sem framboð á hlutastörfum takmarkað, sér í lagi fyrir þennan hóp. Á að umbuna eða koma upp hvatningakerfi fyrir fyrirtæki og stofnanir sem ráða til starfa fólk með skerta starfsgetu. Og við skulum byrja hinum megin frá núna og Steinunn Þóra, ef þú byrjar á að svara þessari spurningu. Steinunn Þóra frá VG. Já, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að
fólk með skerta starfsgetu geti tekið þátt á vinnumarkaðnum í miklu meira mæli en núna og það þarf hugarfarsbreytingu meðal annars hjá atvinnurekendum til að ráða fólk með skerta starfsorku til starfa og ég held að umbunarkerfi geti þar virkað mjög vel. Mér finnst það líka að skoða styrki til þess að vinnuveitendur geti bætt aðgengi að vinnustöðum sínum og svo finnst mér að það ég líka að skoða það alvarlega hvort að við getum notað tryggingagjaldið til þess að vera hvatinn og nota það kerfi í rauninni til þess að það verði meiri hvatning fyrir fyrirtæki til þess að ráða til sín fólk með skerta starfsgetu. Takk fyrir það. Og þá það Hanna Katrín Friðriksson frá Viðreisn. Takk fyrir. Við hjá Viðreisn, við segjum ákveði já við þessari hugmynd. Grunnstefnan okkar, hún kveður á það að velferðarkerfi okkar eigi að hvetja alla til þess að nýta hæfileika sína og krafta til fulls og stuðla að því að allir vinni sem hafi til þess getu. Hlutastörfum verði þannig fjölgað markvisst, bæði hjá hinum opinbera og einkafyrirtækjum og þannig verði vinnuframlag allra sem hafa starfsfólk og annað borð nýtt. Við hjá Viðreisn teljum sem sagt að umbunar- og hvatningakerfi á borð við það sem hér nefnt geti einmitt verið sterkt tæki til að ná þessum markmiðum fram. En á sama tíma mikilvægt að gæta þess að þessi hvatar sem skipta svo miklu máli fyrir svo marga verði ekki einhver kvöð á þeim sem að falla utan þessa hóps. Það líka áhugavert, fyrst ég hef tíma, að skoða svona stofnun sérstaks lánasjós til að stuðla að sjálfstæðum atvinnurekstri fólks í þessari stöðu með það að markmið að auka atvinnuþátttökuna vissulega, gera fólki kleift að nýta menntun sín og hæfileika og efla nýsköpunarstarfsemi í þágu okkar allra. Takk. Takk fyrir það, Hanna Katrín. Og þá það Óli Björn Kárason frá Sjálfstæðisflokki. Ég sammála Þóru að það þarf auðvitað ákveðna viðhorfsbreytingu ekki bara innan atvinnulífsins heldur líka hjá hinu opinbera. Ég hef verið mjög gagnrýninn á það að þegar íslensk stjórnvöld hafa gert hér ívilnunarsamninga við fyrirtæki og lækka hér tryggingagjöld, veitt þeim styrki til að þjálfa starfsmenn og svo framvegis, ég tel að það sé rangt. En ég tel hins vegar að það eigi þá fremur að gera hér samningu í fyrirtæki sem eru tilbúin að bjóða hér upp á hlutastörf það að lækka tryggingagjaldið og taka upp þjálfunarstyrki til þeirra fyrirtækja í staðinn fyrir að gera ívilnunarsamninga við einhver stóriðju fyrirtæki. Ég held að við, Þóra, getum verið sammála þetta hér. Takk fyrir þetta, Óli Björn. Sigríður Ingibjörg, Samfylkingu. Já, við teljum það svo sannarlega og ég ætla bara að spyrja ykkur hér, hafið þið séð þættina með okkar eigin augum, eða með okkar augum? Já. Og ein af stjörnunum úr þeim þáttum nú hér með okkur í pallborði og þessir þættir eru sönnun þess að þáttaka allra í hag okkar allra, því þetta með bestu þáttum sem að sýndir í sjónvarpinu. Og samfélagið allt græðir á því að við séum með sem mestan fjölbreytileika og mesta þáttöku og þeir einstaklingar sem að fá atvinnu sem eru með skerta starfsgetu fá náttúrulega langtum betri lífskjör. Þannig ég styð það heilsugar, það vinnumarkaðurinn oft á tíðum og aðstæður þar sem að hafa gert fólk af öryrkjum, við eigum að setja ábyrgðin á vinnumarkaðinn og hætta að horfa á að einstaklingarnir ægi sig inn á vinnumarkaðinn. Öryrkjar ekki vandamálið, það kerfið sem að gerir ekki ráð fyrir okkur öllum og fjölbreytileikanum sem okkur fylgir. Takk fyrir það. Þá það Jón Þór, Pírati. Já, takk. Rannsóknir meðal annars á borgarlaunum þegar fólk fær bara þá greiðslu án þess að þurfa neitt að gera, alveg skerðingarlaust, það það sem borgarlaun eru. Það bara, þú fær bara þína framfærslu, engar skerðingar. Rannsóknir sína allan heim, og nú finnar að fara að gera aðra rannsóknir sem getur fylgst með, rannsóknir sína að fólk vill vera til gagns. Fólk sem fær þessi borgarlaun líklegra til að vinna, það sækir síður heilbrigðisþjónustu út af því að það hraustara, því líður betur. Þannig að ég held að klárlega allt sem að aðstoðar fólk við það að komast út og gera gagn, finnast að það sé að gera eitthvað sem skiptir máli,
drýja tekjurnar sínar, allt slíkt hjálpi. Varðandi það að þvinga vinnumarkaðinn, það eitthvað sem Öryrkjabandalagið gæti sett á stað verkefni það að gera það ákjósanlegt, að setja upp einhvers konar þannig að vinnumarkaðurinn sjáu heyrðu, við erum að sýna það að við erum ábyrg gagnvart fólki í þessu samfélagi. En það sem væri hægt að gera þið opinbera gæti farið sjálft af stað strax og gert þetta. Takk. Þá það Sigurlaug Oddný frá Þjóðfylkingunni. Já, takk. Já, okkur í Íslensku Þjóðfylkingunni þætti þetta meir en sjálfsagt. Við teljum þetta til mannréttinda fólks með skerta sjálfsgetu að hver og einn þjóðfélagsþegn finni að hans sé þörf í samfélaginu. Við myndum telja að slík viðurkenning og einstaklingsvirðing geti hreinlega stuðlað að ekki bara bættum félagslegum og andlegum bata fólks, heldur það hverjum og einum nauðsynlegt að finna að viðkomandi sé meðtekinn og mikilvægur þegn í okkar litla samfélagi og teljum við að þetta teljist til forgangsverkefnis og ég sammála því hversu frábærir þættirnir eru með augum okkar, gott og frábært framtak og ég verð að segja það svo merkilegt sjálfsagt margir séð þessa frétt, kosningalofar frá 10. öldum bættan hag aldraðu öryrkja fannst í Skaftárhreppi og enn erum við að berjast við þetta. Takk fyrir það Sigurlaug. Júlíus Valdimarsson frá Húmanistaflokknum. Svarið fortakslaust já, en í rauninni í tillögum ríkisstjórnarinnar þetta bara brandari. Það má hafa 25.000 krónur á mánuði, þannig að það örfáar klukkustundir og hver getur ráðið einhvern upp á örfáar klukkustundir. Eftir það eru krónu móti krónu. En ég tek undir það sem hann sagði áðan frá Pírötunum að við þurfum að koma á borgaralaunum og það sem gerist þar að allir fái óskerta grunnframfærslu og þá hægt að flokka fólk í eldri borgara og öryrkja námsmenn heldur fá þetta allir og þá komið þannig þjóðfélag það ekki mismunað á milli. Fólk sett út í horn með að vera kallað þessum nöfnum. Þannig að það finnur sig einangrað og ekki almennilega hluta af þjóðinni. Og þessu þarf að breyta. Við þurfum að fá borgaralaun og það sem allra fyrst. Takk fyrir þetta, Júlíus. Eygló Harðardóttir frá svona flokki. Ég vil bara fá að nota tækifæri hér og afþakka borgaralaun. Ég þarf ekki á því að halda. Hins vegar tel ég mjög mikilvægt að við komum til móts við þá sem hafa það allra minnst. Svarið við þessar spurningu hins vegar já, við eigum að koma á hvatningakerfi fyrir fyrirtæki og stofnanir sem ráða til starfa fólk með skerta starfsgetu. Við höfum verið að huga því í drögum að frumvarpi varðandi breytingar á lífeyriskerfi öryrkja. Ég vil líka hins vegar benda á það að Vinnumálastofnun hefur núna eftir hún tók við málaflokknum verið að vekja athygli á þeim fyrirtækjum sem hafa verið að standa sig sérstaklega vel og ég vil líka hvetja Öryrkjabandalagið að gera það sama og að við beinum viðskiptum okkar þangað. Takk fyrir þetta Eygló og þá það Inga Sæland frá flokki fólksins. Við séum náttúrulega absolutt já, en við séum líka ekkert okkur án okkar. Og við segjum líka ef við mögulega treystum okkur til sem öryrkjar að fara út á vinnumarkaðinn, þá lofum við okkur að vera í friði og reyna að auka við þetta lúsarsitt sem hrynur á allsnægta borðunum, þessa milsnu sem að okkur rétt, gefa okkur kost á að bjarga okkur sjálf ef við mögulega getum. Það græða allir á því líka ríkið, því við munum auðvitað borga skatta eins og allir aðrir. Þetta rauninni öfugsnúið, hvernig komið fram við okkur hérna, hvernig við erum alltaf annarkvort of mörg eða of dýr og ef eitthvað væri að marka því sem verið að setja fram hér í dag, þá myndum við öll hafa haft það alveg svakalega gott. Það ekki flóknara heldur en það. Ég þarf ekki að segja meira. Takk fyrir þetta, Inga. Ástadís Dögun. Já, það þarf að finna réttlátustu leiðina til þess að koma til móts við atvinnurekendur sem að vilja aðstoða okkur. Ég sjálf fötluð kona og mitt vinnuþrek getur verið mjög gott einhverja daga en mun síður aðra daga og það þarf að
atvinnurekendur þurfa að skilja að þetta er að koma til móts við það. Þetta er vannýttur hópur því það er hluti af mannlegri reisn að hafa vinnu og finna tilgang. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir þá sem geta unnið að þeir fái að vinna. En það þarf að vera til einhver sjóður fyrir smærri atvinnurekendur að leita til þegar að kemur að því að það þarf að byggja ramp eða kaupa einhver tæki eða búnað til þess að koma til móts við einstaklingin sem að kemur til með að vinna hjá fyrirtækinu. Þannig að mér finnst það líka mikilvægt að það komi fram. Það þarf að vera til einhvers konar sjóður sem hægt er að leita til í þessu skyni. Takk fyrir þetta. Þá er það Stjarnan sem allir er að tala um. Ég þakka hlýlegt hrós fyrir þættin okkar hérna, en hér, já, ok, já, það er hugsanlega góð leið að umbuna fyrirtækjum og stofnunum með einhvers konar hvatningarkerfi, en samt með það í huga að það má ekki kostnaði fólks með sterka starfsgetu. Það má ekki skerða til dæmis tekjur þeirra nú þegar og vinnuumhverfi á að vera aðlagandi og áminningur þarf að vera bæði fyrir fyrirtækin og okkur. Það er ekki nóg að tryggja það með lögum, heldur er nauðsynlegt að tryggja fé til sveitarfélaga svo að hægt. En takk fyrir þetta. Afsakið. Steinunn Ása. Þá er það Guðmundur Magnússon, Alþýðufylkingunni. Takk. Ég ætla bara að minna núna á að það eru komið 9,5 ár síðan skrifað var undir sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hann var fullgiltur núna fyrir örstuttu síðan, en það er bara ekki nóg. Það sýndi sig með barnasáttmálan, það var undirritaður, fullgiltur eftir 2 ár, síðan tók 20 ár að átta sig á því að það þurfti að lögfesta hann. Og samkvæmt því að þá verður sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun samþykktur og fullgiltur og lögfestur eftir 90 ár. Mér finnst það full langt. Treystum ekki til að bíða allan tíma. En þar í þessum sáttmála bendi ég á bara 27. greinina og það er mikilvægt að viðeigandi aðlögun og hjálpartæki sem eru nauðsyn til þess að jafna stöðu séu greidd úr okkar sameiginlegu sjóðum og lög sem banna hvers konar mismunun verður að setja til að tryggja samningin strax. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Við skulum vinda okkur í næstu spurningu, en hún er þessi: á að tryggja með lögum að sveitarfélögum sé skylt að veita fötluðu fólki óháð aldri akstursþjónustu svo það geti farið allra sinna ferða. Og við ætlum að byrja á Guðmundi Magnúsinni, Alþýðufylkingunni, í þetta sinn. Þá vitna ég aftur í sáttmálann að 20. greinina þar, ég segi bara sjálfsögðu. Það er líka furðulegt að eins er þetta spurning um aðgengi almennt. Þetta er spurning um aðgengi almennt. Líka, já, ok. Spurningi um aðgengi, og það er furðulegt að ekki allar rútur og langferðabifreiðar sem eru jafnvel á sérleifum og ég tala nú ekki um strætisvagnar sem ganga nú orðið meira eða minna allt land, þetta skuli ekki vera aðgengileg. Þetta er orðið þannig í öllum svona menningarlegri löndum, myndum við segja. Öllum Evrópulöndunum, Norðurlöndunum, þar getur maður ferðast bara hvert sem maður vill. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Guðmundur, og þá er það Steinunn Ása. Ok. Bjartri framtíð. Það er ekki nóg að tryggja það með lögum, heldur er nauðsynlegt að tryggja fé til sveitarfélaga svo hægt sé að
veita slíka þjónustu. Sem sagt, já. Búin? Já. Takk fyrir þetta, Steinunn Ása. Ásta Dís frá Dögum næst. Já, sko mér þykir það alveg út í hött að staðan skuli vera þannig í dag að einstaklingur sem að á 67 ára afmæli, að hann skuli annan daginn geta tekið ferðaþjónustuna upp í til dæmis Krika, sem sumarhús Sjálfsbjargar uppi Elliðavatn og notið þess að vera með sínum félögum þar. Og svo bara daginn eftir, af því að hann átti afmæli og var 67 ára, þá var hann ekki rétt á ferðaþjónustu lengur. Það var því að hann var heilbrigður. Þetta fáránlegt með öllu. Þessi réttindi eiga að fylgja fatluðum einstaklingi, ekki kerfinu. Já, amen. Takk fyrir þetta og næst Inga Sæland, Flokki fólksins. Ég segi heyr fyrir þessu. Það var flott hjá þér, Ásta. Mér langar að segja ykkur þetta lítilræði, ég náttúrulega lögblind og ég hef notið þeirra forréttinda að fá að nota ferðaþjónustu blindra. Með því móti hefur mér verið gert kleift að komast út úr húsi og fara í skólan. Og nú var ég að útskrifast með BA-gráðu í lögfræði frá Háskóla Íslands í júní síðastliðinn og það eingöngu vegna þess að ég fekk tækifæri á því að komast út úr húsinu því að enginn vill náttúrulega örugglega mæta mér þar sem ég undir stýri. Og þess vegna segi ég það algjörlega nauðsynlegt með tilliti til allra þeirra fallegu sáttmála og fallegu löggjafar og mannréttinda sem okkur á að heita vera tryggð, sem á að gera okkur eins nálagt því að vera eðlilega eins og, ég ætla bara að setja það eina gæsalappa, mér finnst mörg ekkert eðlilegri heldur við, og fá að njóta þess að taka þátt í samfélaginu eins og mögulegt algjörlega eins og mögulegt Takk fyrir þetta, Inga. Eygló Harðardóttir, Framsóknarflokki. Í drögum að frumvarpi sem hefur verið til umsagnar á vef ráðuneytisins þá talað að fatlað fólk skal eiga kost á akstursþjónustu sem miðar að því að geti farið allra sinna ferða með þeim hætti sem það kýs og á þeim tíma þess sem það velur gegn viðráðanlegu gjaldi. Síðan kemur líka fram í frumvarpinu að opinberum aðilum ber að tryggja að sú þjónusta sem veitt sé líka þá gagnvart á 67 ára og eldri. Þannig að einstaklingur sem hefur notið þjónustu samkvæmt lögum þessum og verður þá eldri borgari á rétt að nota þjónustuna áfram nema verulega breytinga verði á stuðningsþörfum hans. Síðan líka fjalla það hvernig ættir að meta það og aðaláherslan sem ég vil leggja áherslu að þjónustan og náttúrulega horfa á einstaklingin og það þessi sáttmáli Sameinuðu þjóðanna gengur út á. Takk fyrir það, Eygló. Júlíus Valdimarsson, Húmanistaflokknum, tekur við. Já, auðvitað eiga fatlaðir að geta farið allra sinna ferða og notið jafnréttis og þetta í rauninni skýr mannréttindi. En hins vegar búum við þjóðfélagið sem gegnsýrð af einstaklingshyggju. Þessi nýfrjálshyggja sem hefur verið ráðandi hérna í 30 ár byggir á einstaklingshyggjunni og því það að setja fara sinni fram án tillits til heildarinnar. Og ég held að þetta fólk og þessi fjórflokkur í rauninni, hann veit ekki hvað það að taka tillit til heildarinnar. Svoleiðis að við þurfum að hafa það í fyrirrúmi og líta eftir því eins og ferðabæklingurinn hefur farið hér þegar var komist að raunum það að þetta í algjörum ólestri, þrátt fyrir mannréttindi, þrátt fyrir þetta eigi að vera svona. Við þurfum að byrja að hugsa öðruvísi um þetta. Takk fyrir það, Júlíus. Sigurlaug Oddný frá Þjóðfylkingunni næst. Það má vera að það getur reynst erfitt fyrir ýmis minni sveitarfélög að uppfylla þetta skilyrði, en þar geti ríkið hins vegar hlaupið undir bagga og ætti að vera sjálfsagt. Ekki alltaf verið að tala að gæta jafnræðis, en okkur finnst meira en sjálfsagt að sá flötur myndi finnast í samningaviðræðum að fatlaðir einstaklingar sem ekki komast ferða sinna geti stólað á ákveðna þjónustu í þessum efnum. Okkur finnst að vanda þurfi til útfærslu á þessari þjónustu þannig að nýtninnar og skipulag komi til móts við þarfir þessara einstaklinga af stakri virðingu. Það hefur mörgum landanum runnið til rifja þar fréttir undanfarin 2 ár eða svo þar sem fatlaðir einstaklingar hafa gleymst eða ekki verið sóttir. Vægt til orða tekið óheppilegt og auðvelt að setja sig inn í það sorg og leiða sem af því
spannst og að síðustu langar mig bara til þess að taka undir það sem áður kom hérna fram að réttindi sem eiga að fylgja fötluðum eiga ekki að hverfa þegar við náum einhverju vissum aldri. Takk fyrir það. Jón Þór Pírati, tekur nú við. Takk. Ég held að bara allir hafi svarað þessu hérna mjög vel. Það virðast allir vera alveg sammála með þetta en síðan virðist einhvern veginn hlutinir ekki gerast og það frumvörp sem liggja inn í þinginu og svo dagaðu uppi. Leið og eitt þing búið og 1 ár, það eitt þing, að þá það kallað lendir í halanum, þingmálahalanum og þar bara höggvið á það og það heldur ekkert áfram. Þannig að þetta er það sem við búum við. En ég held að allir séu sammála þetta er að gera þetta svona kortir í kosningar. Það eftir á móti stuttvarandi borgarlaunin, leið og borgarlaunin, borgarlaun er basically bara það að fólk færi sér lágmarksframfærslu án skerðinga. Það er það sem kallað eftir, það er stefna Pírata að þeir sé þessi lágmarksframfærsla og þá þarf þessi viðmið að vera skýr hver þið eru. Þetta kostar fyrir öryrkja kannski einhverja 25-30 milljarða, eldri borgara 60 milljarða. Þannig að við erum ekki að fara að gera þetta alveg strax en horfiði til Finnlands, horfiði á rannsóknar tilraunir sem þeir að fara að gera nú, 2 ára verkefni, byrjar eftir áramót, þar fáum við upplýsingar það hvað er best að byrja. Þannig að fólk getur farið að vinna meira. Hvar er það sem að eigur mest hvata fólksins að halda áfram og slíkt. Við skulum horfa til þess. Takk. Jón Þór. Hlaupa Sigríði Ingibjörgu að frá Samfylkingu. Já, það er nú einfalt að svara þessu. Já, að sjálfsögðu teljum við að það eigi allir að fá þessa þjónustu og það ég bara tek undir það sem kom fram hjá Guðmundi Magnúsinni hér strax í upphaf og eiginlega kláraði þessa umræðu að það eru skýr réttindi fólks samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Takk fyrir það. Óli Björn Kárason, Sjálfstæðisflokki. Svarið er já, en þetta verður að vera samstarfsverkefni ríki og sveitarfélaga vegna þess að ég hef áhyggjur á því að það verði settar of þungar byrðar á lítil sveitarfélög, en það verður að gera við í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og þetta er auðvitað ein forsenda þess að það sé raunverulega hægt að tala það að fatlaðir taki hér þátt í samfélaginu eins og þeir vilja og óska hvort heldur í atvinnulífinu eða öðru. Þannig að það er alveg skýrt að við eigum auðvitað að byggja upp mjög öfluga þjónustu á þessu sviði. Takk fyrir þetta, Óli Björn. Spurðu meirihluta borgarstjórnar, af hverju? Við skulum gefa Hönnu Katrínu Viðreisn orðið. Takk fyrir þetta. Ég segi eins og margir kollega mínir hér við borðið að auðvitað á þessi þjónustu að vera í lagi og hún á að fylgja einstakling og óháð aldrei að sjálfsögðu líka. Síðan er það bara eitt af undrum veraldar af hverju þetta tekst ekki af hverju þetta fer ekki í gegn þegar samstæðan er slík í orðið að minnsta kosti en kannski aðeins að tæknilegum atriðum það er almennt stefna Viðreisnar að það eigi að færa þjónustuna og verkefni nær þeim sem við hann að búa og eiga að njóta. Við þurfum að tryggja sveitarfélögum svigrúm, fjárhagslegt svigrúm sem á annað til þess að standa við þessa skyldu sína gagnvart íbúum og í þessu tilfelli fötluðum íbúum. Ef að sveitarfélögin of lítil til að ráða við þetta sjálfsagða verkefni, þá þau bara of lítil punktur. Og þá þarf það að leysast með sameiningu eða formlegu samstarfi eða einn annan hátt. Það er algjörlega fráleitt að láta tæknilega atriði hindra það að það sé hægt að ráða við verkefni þessum toga. Takk. Takk fyrir þetta, Hanna Katrín. Steinunn Þóra frá VG. Já, að komast á milli staða er grundvöllur þess að hægt sé að taka þátt í samfélaginu. Almenningssamgöngur, það er sveitarfélög sem bjóða upp á almenningssamgöngur eiga auðvitað að hafa þær aðgengilegar öllum og hafa þar algilda hönnun að leiðarljósi því að við hljótum jú að vilja það að fólk óháð skerðingum geti nýtt sér hina almennu þjónustu. Þegar hins vegar það gengur ekki þá þarf að vera með sértæka akstursþjónustu og hana þurfum við að tryggja vegna þess að fólk verður að búa við sömu réttindi óháð búsetu. Og ég vil taka undir það sem að nafna mín sagði hér áðan og Óli Björn líka einnig að þarna kemur þetta líka inn á tekjuskiptingu milli ríkisins og sveitarfélagana og ég held að það gildir reyndar í fleiri málum en akkurat því sem kemur að akstursþjónustunni heldur kemur það að öllu sem að kemur að þjónustunni við fatlað fólk. Þar þarf að skoða hvernig
byrðunum skipt milli ríkis og sveitarfélaga. Takk fyrir það, Steinunn Þóra, tíminn búinn. Næsta spurning frá málefnahópi öryrkja, hún hljóðar svona: Notendastýrð persónuleg aðstoð, NPA, þjónustuform þar sem fatlað fólk stýrir sjálf hvernig aðstoð skipulögð, hvenær hún veitt, hver veitir hana og hvar hún veitt. NPA gerir fötluðu fólki jafnframt kleift að ráða hvar og með hverjum það býr. Á að tryggja með lögum rétt fatlaðs fólks til notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Og við ætlum að byrja hinum megin frá, Steinunn Þóra, VG, ef að þú myndir kannski byrja á að svara þessu. Já, við í VG teljum að þessi komin tími til þess að festa þetta verkefni í sessi með lögum og að notendastýrð persónuleg aðstoð eigi að vera raunverulegt val fyrir þá sem að það kjósa. Við teljum einnig að það þurfi að vinna áfram að notendasamráði og valdeflingu allra notenda velferðarþjónustunnar, og ég held að það sé mikilvægt í þessu að við horfum einnig til þess að búa vel strax að umgjörðinni í kringum starfsmennina í notendastýrðri persónulega aðstoð, því að til þess að þetta þjónustuform sem svo mikilvægt nái flugi, þá þarf öll umgjörðin í kringum það að vera sem best, til að mynda hvað varðar launakjörin, til þess að það sé ekki hægt að strika þetta út af borðinu sem flókið eða erfitt og hverfa þannig aftur tilbaka til hefðbundinnar þjónustu, en já, það á að tryggja þetta, setja þetta í lög. Takk fyrir þetta, Steinunn Þóra. Þá það Hanna Katrín frá Viðreisn. Takk fyrir. Stuttasvarið bara já. Samt að fá að nota aðeins meiri tíma á mínútunum minni. Þetta bara þannig að Íslands samfélag á að tryggja öryggi allra borgararna sinna. Á að tryggja og standa vörð mannréttindi og virðingu allra. Í þessu tiltekna máli þá heyrir maður á þeim sem hafa nýtt þessa þjónustu og best þekkja til. Það engin þolinmæði fyrir frekari aðlögun og svo óvissa sem notendur þjónustunnar, það að segja þeir sem hafa nýtt sér hana og þeir sem að bíða eftir henni búa við, hún bara óviðunandi. Það hefur búið að vinna í aðlögun, það hefur búið að rannsaka og skoða hlutina. Ég tek hins vegar undir með sessinöld mínum hér að það líka mikilvægt að skoða þetta í heildarmynd og huga að framkvæmdinni sjálfri. Þannig að þetta ekkert sérstaklega flókið þegar upp í staðið. Svaraði já. Takk fyrir það, Hanna Katrín. Óli Björn frá Sjálfstæðisflokki. Svarið já, og ég verð að segja að ég ætla bara að þakka Guðmundur Steingrímssyni fyrir formanni Bjartrar framtíðar fyrir hans innlegg og í baráttu fyrir þetta. Ég hef sjálfur fengið að kynnast því hjá ungri vinkonu minni hvað þessi þjónusta skiptir miklu máli. Það hefur gjörbreytt hennar lífi. Sjálfstæði hennar allt annað og lífsgæðin allt önnur. Hún farin að taka þátt í samfélaginu með þeim hætti sem hana dreymdi aldrei Og þetta hefur skipt hana máli og þetta hefur skipt alla fjölskyldu hennar máli og alla vini hennar máli. Og þetta eitt af því sem við eigum að lögleiða, setja í lög og gera það án tafar. Mér finnst þetta vera tiltölulega einfalt atriði og við erum öll sammála það. Takk fyrir þetta, Óli Björn. Sigríður Ingibjörg, Samfylkingu. Já, það á að lögfesta notendastýrða persónubundna aðstoð í lög. Það skýrt í stefnuskrá Samfylkingarinnar og ég tek undir með Óla Beinni. Guðmundur Steingrímsson gekk þarna í forystu en það var Guðbertur Hannesson, þáverandi velferðarráðherra, sem hóf innleiðingaverkefnið. En hugmyndafræðin sjálfstætt líf nær ekki eingöngu til NPA, líka til túlkasjóðs til dæmis, og að þeir sem búi í búsettukjörnum búi í manneskjulegra umhverfi og hafi meira líf sitt að segja. Þannig að þetta mjög víðtækt mál, en ég lít líka svo á, og ég held við getum öll verið sammála það, að innleiðingin á NPA hefur leitt til þess að fatlað fólk hefur sjálft geta verið í forystu í sinni mannréttindabaráttu. Og þetta hefur haft mjög mikil áhrif á viðhorf í samfélaginu og að gjörbreyta
stöðu fatlaðs fólks og það mjög mikilvægt að lögfesta þetta. Takk fyrir þetta, Sigríður Ingibjörg Jónsdóttir, Pírati. Takk. Þetta bara hjartað í stefnu Pírata að þú átt rétt á að koma ákvörðunum sem þið varðar. Og það bara að nákvæmlega það sem að Pírata ganga út á. Þetta líka hjartað í stefnu Sameinuðu þjóðanna lýðræði, nákvæmlega orðað eins, að allir eiga rétt á að koma ákvörðunum sem þá varða. Og það engin ósammála þessu, skilur, þú myndir aldrei geta spurt mannesku hvort hún væri ósammála þessari spurningu og hún myndir segja, nei, ég er ekki sammála þessu. Þetta eru 50 mann sem eru á biðlista. Það sem við gerum, við fórum bara tölum við öryrkjabandalagið, við spurðum hver eru ykkar forgangsmál. Það eru 5 hópar, málefnahópar sem eru í forgangi, þetta einn af þeim og þetta að fyrsta á dagskrá þar, 50 manns, við höfum bara að klára þetta. Takk. Takk fyrir það, Jón Þór. Sigurlaug, Oddný frá Þjóðfylkingunni. Svarið já. Og leita skal eftir því, eftir bestu samvisku og faglegum leiðum, að gera persónustýrða þjónustu sem hagkvæmasta og virðingaverðasta gagnvart hverjum einstaklingi sem á í hlut. Já, tryggja þar með lögum réttindi til handa fólki í þessum aðstæðum. Með því að fá að ráða þessum hlutum innan viðunandi ramma sem viðkomandi veittur sá sjálfsagði réttur að taka stjórn og ábyrgð á eigin lífi. Eflir og styrkir sjálfsvirðingu og veitir ákveðið öryggi. Það á góðviðri stöðum talað hversu rík þjóð við erum og að sjálfsögðu eigum við að nýta það fyrir fólkið okkar. Takk fyrir það, Sigurlaug, Oddný. Júlíus Valdimarsson, Húmanistaflokknum. Já, sem sagt, notendastýrð persónulega aðstoð eru mannréttindi og það þarf að framkvæma þau, en til þess þurfum við að losna við einstaklingshyggjuna. Við þurfum að koma okkur upp óþoli fyrir því óréttlæti sem að hún myndar, eins og bara í samband við reykingarnar. Að eyða þessu út úr þjóðfélaginu, þessu eitri, og koma á þjóðarátaki að hafna þessari einstaklingshyggju. Ég vísa til kjörorða þessa fundar, kjósum samfélag fyrir alla. Og húmanistar munu bjóða fram svo lengi sem að þarf til þess að þetta verða veruleika. Takk. Takk fyrir það, Júlíus. Eygló Harðardóttir, Framsóknarflokki. Já, mitt svar já. Það gert ráð fyrir því mitt í draugunum á frumvarpinu sem ég búin að nefna að þetta verður lögfest. Ég líka bara nota tækifæri hér og bara virkilega fá að segja það að það gott að heyra hvað mikil samstaða hér í panelinum, það mikilvægt þess að lögfesta þetta. Það hefur verið þannig að við framsóknarmenn höfum kannski ekki haft svo marga fulltrúa í stærstu sveitarfélögunum og það skiptir verulega miklu máli að menn beiti sér hvað það varðar og tryggi það að vinna sama við sveitarfélögunum það að lögfesta þetta. Og ég vil líka síðan að nota tækifæri hér og taka undir með þessi Steinunn sagði varðandi mikilvægt þess að við þurfum líka að gæta samhliða réttindum starfsfólksins sem að sinna þessari mikilvægu þjónustu. Það ómetanlegt og við þurfum að gæta þeim. Takk fyrir það, Eygló. Inga Sæland, Flokki fólksins. Að sjálfsögðu þarf að lögfesta þetta og hefði átt að gera það fyrir löngu. En eðli málsins samkvæmt þá spyr ég mig, hvað táknar það að lögfesta þetta? Nú eigum við 1. málsgrein 77. greinar stjórnarskrárinnar sem brotin á okkur, öryrkjum, sem mörgum öðrum samfélagshópum, hvern einasta dag. Og það ekki við hæfi einu sinni að fara eftir henni. En í þessari 1. málsgrein 77. greinar stendur skýrum stöfum að öllum sem þess þurfa skal með lögum tryggður réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku og hvers annars sem að við þurfum hjálp til. Að sitja heima, bundin og lamaður upp í háls og þurfa að reikna það út hvort að einhver kemur eftir 2 tíma til að hjálpa þér til að pissa og þér mál núna en þú þarft að bíða vegna að þú hefur ekkert það að segja, þetta algjörlega síðasta sort. Og mér finnst algjört lágmark að við nýtum þau lög sem þegar í gildi í landinu til þess við fáum að njóta hér sómasamlegrar tilveru og að mannréttindi okkar séu virt en ekki fótum troðin. Takk fyrir þetta, Inga Sæland. Við hleypum Ástu Dís frá Dögun að
Ég að sjálfsögðu sammála henni Ingu, en já, það þarf að lögfesta NPA, en það þarf náttúrulega að sníða að ýmsa agnúa og það þarf að tryggja að þeir sem að starfi við NPA séu með tryggðir og þar fram eftir götunum, þannig að það eru ýmsir agnúar sem að þarf að sníða hvað það varðar. En það er mjög mikilvægt að þetta sé fest í lögum, já, og NPA er mikilvægt fyrir stóran hluta fatlaðs fólks, en það má ekki vera eina lausnin. Það á að vera valkostur og það má ekki vera eina lausnin í boði fyrir fatlað fólk. Takk fyrir þetta, Ásta Dís. Þá er það Steinunn Ása Þorvaldsdóttir frá Dögun. Bjartri framtíð? Nei, frá Bjartri framtíð. Ég ætla að fá að tala frá hjartan mín aðeins. Já, og fyrir Bjarta framtíð, væntanlega. Ég vil að NPA verði alltaf til staðar fyrir alla. Ég segi að NPA væri svona þjónusta sem ég myndi vilja fá þegar ég þyrfti á hana að halda. Eins og ég segi hérna ætla ég að lesa þetta upp. Ég vil að NPA sé sjálfsögð þjónusta við fatlað með fólk með fötlun. Það er mikilvægt að við getum ráðið því sjálf hvernig aðstöðum við viljum og við höfum það að segja hverjir vinna með okkur. Þannig að þetta er ekki bara spurningum hverjir vinna með okkur, heldur hvernig við ráðum að þetta er svo mikilvægt. Þegar við skiptum máli líka. Ekkert. Já. Takk fyrir það, Steinunn Ása. Þá er það Guðmundur Magnússon. Takk. Já, það er náttúrulega ekki hægt að tala að fatlað fólk sé jafnt öðrum meðan það ekki ræður hvenær það fer á fætur eða hvenær það fer í bað eða hvenær það fer á klósetti svo eitthvað sé nefnt. Eða bara hvernig það kemst út úr húsi. Þetta er náttúrulega, nú ætla ég bara aftur sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 19. grein. Þar er þetta mjög skýrt og þarf ekki að ræða það frekar. Þetta er svo mikilvægt að þessi lögfestur strax. Nákvæmlega. Algjörlega sammála. Takk fyrir það. Þá er það síðasta spurningin frá málefnahópi öryrkja áður en við hleypum að spurningum úr sal. Og hún er svona: á sú heilbrigðisþjónusta sem ríkið niðurgreiðir í dag, sama sem þjónusta heilsugæslu, sjúkrahúsa, sérfræðilækna og læknisfræðilegar rannsóknir, að vera gjaldfrjáls. Og við ætlum að byrja á Guðmundi Magnúsinni. Alþýðufylkingu. Endurreisn heilbrigðiskerfisins hefur algjöran forgang hjá Alþýðufylkingunni. Við teljum að hún á að vera gjaldfrjáls og fyrir alla og til þess að sé hægt að tala jafnt samfélag. Svo vildum við ég ætla ekki að tefja lengur, en bara menn bendi á að það væri gaman ef Alþingi endurspeglaði panelin hér þar sem er 40% lífeyrisþega. Já, sem það. Það verður svoleiðis, Guðmundur. Steinunn Ása, næst. Ok. Bjartri framtíð. Það er búið að lækka þakið og það er gott. Það er mikilvægt að halda áfram að lækka kostnað einstaklinga þannig að við eigum og þurfum að hætta við að sækja þjónustu vegna kostnaðar. Bjart framtíð leggur áherslu á að lækka greiðslukostnað einstaklinga vegna heilbrigðisþjónustu. Takk fyrir það, Steinunn Ása. Þá er það Ásta Dís frá Dögun. Já, ég tel að það sé mjög heppilegt ef að hægt er að bjóða upp á gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. Það var mjög mikilvægt fyrir okkur sem að glímum við heilsuvanda og búum við örorku að það myndi breyta miklu hvað varðar okkar stöðu. Þannig að ég tel tvímælalaust að það sé eitthvað sem við þurfum að stefna að og sem fyrst. Takk fyrir það. Inga Sæland, Flokki fólksins. Já, ég er sammála því og Flokkur fólksins leggur áherslu á það að það á aldrei að teljast til forréttinda að geta leita sér lækninga. Það á aldrei að vera þannig að við höfum ekki efni á því ef við verðum veik að leita læknis. En svoleiðis er staðan í dag og ég las einhverja grein hérna í vor
þar sem var verið að tala rannsóknir sem hefðu verið gerðar og fólk hefði verið spurt. Það voru fleiri 100 manns spurðir að því hvort að þeir gætu nýtt sér þá heilbrigðisþjónustu sem að í rauninni heilsufar þeirra krefðist, en yfir 30% þeirra sögðu nei. Þau eru að sitja heima í stað þess að leita sér hjálpar vegna þess að höfðu ekki efni á því. Svona er Ísland í dag. Við viljum absolutt að gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu hvað varðar það að grunnþjónusta fyrir þá sem nauðsynlega þurfa að leita lækninga sé til staðar fyrir alla en ekki bara þá sem eiga fullt af peningum. Þannig að svarið er já. Takk fyrir það, Inga Sæland. Eygló Harðardóttir, Framsóknarflokki. Ég tel að stuðningur hins opinbera eigi að fara til þeirra sem mest þurfa á þjónustunum halda, sem eru með lægstu tekjunar og mesta heilsuvandann í anda nýs greiðsluþátttökukerfis sem var samþykkt núna í vor. Ég sem fullfrískur einstaklingur á ágætislaunum er fullfær að greiða þau gjöld sem nú er í heilsugæslunni, sjúkrahúsum og hjá sérfræðilæknum eða léttir byrðir annarra. Takk fyrir það. Júlíus Valdimarsson, Húmanistaflokknum. Já, í stjórnarskrá Íslands er tryggður réttur til allra til aðgengis að heilbrigðisþjónustu og það þýðir það að það er ekki leyfilegt samkvæmt stjórnarskránni að fólk þurfi að velja á milli þess hvort að það á að borða eða fara að leita lækninga. Þetta er náttúrulega alveg út í hött. Nú í sambandi við heilbrigðisþjónustuna að þá þarf hún að innifela einnig tannlækningar, öryrkjar fara líka til tannlæknis og augnlækningar, tannlækningar og sálfræðiþjónustu vegna þess að auðvitað hjá þeim sem að búa við þessi skammarlegu kjör þá verður til alls konar andlegir erfiðleikar sem geta leitt til þunglindis, svo þetta þarf alltaf að vera með. Takk fyrir það, Júlíus. Við leipum Sigurlaugu að frá þjóðfylkingunni. Já, takk. Ég tæpti á því í fyrstu spurningunni að Íslenska þjóðfylkingin vildi koma á gjaldfrjálsri grunnheilbrigðisþjónustu. Inni því er þjónusta heilsugæslu þar sem við viljum að aðgengi að sálfræðiþjónustu á lágmarksgjaldi komi inn. Það er mikil vöntun á því og hefur verið lengi. Margir falla í gryfju þess að verða öryrkjar vegna þess að þeir fá ekki heildræna hjálp á heilsugæslustöðvunum. Það er margt annað sem er niðurgreitt en þyrfti að skoða sérstaklega ef það ætti að ganga lengra. Þetta er alltaf spurning býst ég við forgangsröðum. En það er okkar mati sérstök ástæða til að skoða lyfjakostnað. Fólk sem ekki getur lifað án lyfja vegna ýmissa sjúkdóma ætti að vera undir sérstöku ákvæði þar sem ekki er tekið gjald fyrir lyf þeirra. Takk fyrir það. Já, bara klárlega já. Píratar vilja gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu. Í dag þá 20% af útgjöldum til heilbrigðismála kemur beint úr vasa sjúklinga. Okkur finnst það bara ekki í lagi og við teljum að Íslendingar séu langflestir sammála að þegar þú ert, hvað berskjaldaðistur, þegar þú ert veikur eða slasast, að þá viljur ekki þurfa að hafa fjárhagsáhyggjur ofan á allt. Það seinkar bata og það kostar meira þegar fram í sækir. Þannig að við viljum að þetta sé gjaldfrjálst, kostar 30 milljónir eins og kerfið er núna. Við viljum bæta tannlækningunum og sálfræðiþjónustunni inn í og vitið þið hvað, ef að við fáum réttláta svona auðlinda leigurentu, markaðsleigu verð fyrir auðlindirnar okkar, þá höfum við meir en efna á þessu. Og þetta er það sem við stefnum að, klárlega. Sigríður Ingibjörg, Samfylkingu. Já, við í Samfylkingunni viljum gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu og ekki bara það, við viljum líka besta heilbrigðiskerfi í heimi. Við lítum til Norðurlandana og við eigum ekki að sætta okkur við að Íslendingar búi við lakari heilbrigðisþjónustu en aðrir Norðurlandabúar. Við erum með fjármagnaða áætlun áfanga í að draga úr greiðsluþátttökunni og á næsta ári myndi enginn greiða meir en 35.000 krónur fyrir heilbrigðisþjónustu. Það yrði gjaldfrjálst í heilsugæsluna og í geðheilbrigðisþjónustunni ætlum við að innleiða
gjaldfrjálsa sálfræðiþjónustu í framhaldsskólum og fjölga sálfræðingum á heilsugæslunni. Og síðan í þessum fyrsta áfanga yrði líka aukin niðurgreiðsla á tannlækningum til lífeyrisþega. Þetta eru okkar fyrstu fjármögnuðu skref og Oddný Harðardóttir, okkar eldklári formaður, með þetta, við eigum þetta allt inn í okkar áætlunum. Takk fyrir þetta. Þannig að okkur er ekkert að vanbúnaði. Sigríður Ingi Björg, við skulum hleypa Óla Birni Kárasyni að frá Sjálfstæðisflokki. Ég er ekki að fara að boða hér gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu, langt í frá. Það mun ekki gerast og þeir sem að lofa því eru annarkvort að tala sér þvert á það sem þeir vita. Það er auðvitað þannig að við eigum auðvitað að tryggja það að enginn þurfi að neita sér heilbrigðisþjónustu eða lyf vegna efnahags. Það er markmiðið. Það þýðir auðvitað og það er það sem við höfum verið að gera. Það er að færa byrðarnar af þeim sem hafa þurft á heilbrigðisþjónustu að halda fjárhagslegu byrðarnar yfir á þá sem að geta borið þær byrðar. Það þýðir auðvitað að að lofa gjaldfrjálsari heilbrigðisþjónustu er það sama og að þið muni sjá það alveg gríðarlega aukningu hér inn á heilsugæslustöðvar og svo framvegis og mun takmarka möguleika okkar til að veita þá þjónustu sem við þurfum til þeirra sem þurfa á því að halda. Markmiðið er að allir njóti heilbrigðisþjónustu óháð búsetu og efnahag. Takk fyrir þetta. Það er hið sameiginlega markmið okkar. Við skulum hleypa Hönnu Katrínu hjá Viðreisn að. Takk fyrir þetta. Útgangspunkturinn í umræðu greiðsluþátttöku almennings í heilbrigðisþjónustunni eins og hún er í dag. Fyrsta skrefi hlýtur að vera að verja þá verst settu, þá sem nota þjónustuna mest, þá sem minnstar að hafa tekjurnar. Það þarf að huga að því að setja þætti eins og sálfræðiþjónustu og aðra þætti sem lúta geðvernd inn í þetta kerfi. Það er einfaldlega nauðsynlegt að fara að huga að þeim háttum mjög alvarlega. Það er vissulega æskilegt og vonandi komust við innan ekki svo langs tíma á þann stað að heilbrigðisþjónustan verði meira niðurgreidd fyrir alla þjóðfélagshópa og ég tek undir með því sem Jón Þór sagði hér áðan að við höfum efni á því. Þetta er spurning forgangsröðun í ríkisfjárlögum og þetta er spurning það að íslensk þjóð, almenningur, fái notið sanngjarna rentu af þeim þjóðarauð sem liggur í náttúruauðlindunum okkar sem verið er að nýta í dag. Við þurfum einfaldlega stærri hluta af þeim auðlindum inn í samneyslu þjóðarinnar. Þá er þetta hægt. Takk fyrir það, Hanna Katrín. Steinunn Þóra, VG. Já, við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði, við viljum öflugt samábyrgt velferðarkerfi og partur af því er að heilbrigðisþjónustan hún verði gjaldfrjáls. Til þess að svo megi verða þá þarf að auka framlög ríkisins til heilbrigðisþjónustu og ég tek undir það með þeim sem að hér hafa sagt það að við höfum efni á því sem þjóð. Þetta snýst það hvernig við forgangsröðum og hvernig við öflum tekna og við getum vel fjármagnað heilbrigðisþjónustuna með því að sækja peningana þangað sem þeir eru til. En á sama tíma þá þurfum við líka að gera sálfræðiþjónustu part af henni almennu heilbrigðisþjónustu og það sama gildir líka tannlækningar og sjúkra og talþjálfun og iðjuþjálfun svo eitthvað sé nefnt. Takk fyrir þetta, Steinunn Þóra. Hingað eru komnar spurningar frá fólki í sal og við ætlum að reyna að afgreiða nokkurar þeirra fyrir kaffihlé og fyrst er það spurning til frambjóðenda Framsóknarflokks Eyglóar Harðardóttur og Sjálfstæðisflokks Óla Björns Kárasonar. Er það rétt skilið að hækkunin til örorkulífeyrisþega samkvæmt fyrirhugaðri breytingatillögu við frumvarp almannatryggingar leggist öll á sérstöku framfærslu uppbótina? Það er uppbótina sem að skerðist krónu á móti krónu.
Eygló, ef þú myndir kannski byrja á því að svara þessu. Það mér. Það lagt til, samkvæmt í minnisblaði sem var lagt fyrir ríkisstjórn, að tryggt verði að öryrkjar sem halda einir heimili verði tryggð framfærsluviðmið að fjárhæð 280.000 kr. á mánuði frá og með 1. janúar 2017. Þannig að allar bætur hækki 7,1%, jafnframt að framfærsluviðmið þeirra sem halda heimili einir nemi 280.000 kr. á mánuði, enda hafi þeir ekki aðra tekjur sem kunna hafa áhrif á fjárhæð bótanna. Þannig að það líka síðan gert ráð fyrir að bætur hækki í samræmi við 69. grein almannatryggingalaga 1. janúar 2018, en áfram þannig að framfærsluviðmið þeirra sem halda einir heimili verði 300.000 kr. á mánuði að því gefna þeir hafi ekki aðra tekjur sem hafa áhrif á fjárhæð bótanna. Ég vil líka fá í tengslu við þetta að það eru mér veruleg vonbrigði að það skyldi ekki nást samstaða í almannatrygginganefndinni breytingar á lífeyriskerfi öryrkja. Þá værum við ekki að tala þetta. Þá værum við að tala sambærilegar breytingar eins og aldraðir hafa fengið í gegn með því að ná saman með aðilum vinnumarkaðarins breytingarnar og ég hefði getað talað fyrir því í frumvarpi líka. Það er erfitt að vinna frumvarp þegar ykkar hagsmunasamtök neita að koma að borðinu. Það hefði hins vegar breyst núna alveg á síðustu vikum, þannig að þess vegna nefndi ég hérna áðan að við erum að leggja lokahönd á drög að frumvarpi sem við vonumst að geta kynnt á næstunni. Takk fyrir þetta, Eygló. Við skulum gefa Óla Birni Kárasyni orðið. Ég meina, ég hef ekkert við það að bæta sem að ráðherra segir. Ég hins vegar að því ég tók þátt í starfi þessara nefndar endurskoðun almannatryggingalagana, þá það auðvitað þannig að það voru vonbrigði að við skildum ekki ná að ganga alla leið og taka upp starfsgetumat sem að ég er sannfærður sjálfur að hefði verið mikil breyting og gjörbreytt stöðu öryrkja ef að það hefði verið. Og ég vona að við náum og berum gæfu til þess á tiltölulega skömmum tíma vegna þess að það er búið að vinna það mikla vinnu að við náum höndum saman, þar að segja þingið sem að kemur saman að loknum kosningum og síðan öryrkjabandalagið, að við búum til kerfi sem að er skiljanlegt, gegnsætt og hvetur en refsar ekki öryrkjum að bæta sinn hag. Ég held að við eigum að gefa okkur öllum fyrirheitum að taka höndum saman og bylta þessu kerfi, gera það einfaldar og manneskjulegra, þannig að hagur öryrkja batni verulega. Takk fyrir þetta, Óli Björn. Það hefur verið óskað eftir því að Sigríður Ingibjörg Ingadóttir svari líka þessari spurningu þar sem hún er formaður velferðarnefndar. Það eru náttúrulega mikil vonbrigði að sjá að þessi leið hafi verið valin af ríkisstjórninni. Það er verið að hækka alla bótaflokka 7,1% og það er eins og Eygló sagði í samræmi við lögum almannatryggingar. Síðan til þess að ná þessu 280.000 króna viðmiði á næsta ári, sem er nú einmitt kosningarloforð til dæmis Samfylkingarinnar, að það sé í samræmi við vinnumarkað, þá er farin ódýrasta leiðin, annars og það eru bara þeir sem að búa einir sem að þeir fá hækkun umfram þá sem að búa með öðrum, ellilífeyrisþegarnir í gegnum heimilisuppbótina sem að skerðist þá líka meira. Það er nú svo erfitt að tala þetta kerfi því það er svo brjálæðislega flókið, og örorkulífeyrisþegarnir í gegnum sérstaka framfærsluviðmiðið sem að eins og þeir sem vita sem með það eru skerðist krónu á móti krónu. Þannig að það er verið að auka á krónu á móti krónu vandann og sko sem mannesku þá finnst mér þetta þetta er sýndarbreyting og þetta er ótrúlega ósvífið að bjóða upp á að auka á vandann sem að Öryrkjabandalag Íslands krefst nánast mánaðarlega að verði dregið úr. Það er kannski rétt að Eygló svari þessu og næsta spurning, hún kemur einmitt inn á þetta. Þar segir, mig langar að vita, ég hef verið að vinna 25% vinnu og það eina sem ég hef haft upp úr því er 6.000 krónur á mánuði. Hvenær á að leggja af skerðingu krónu á móti krónu?
í almannatrygginganefndinni sem starfaði í töluverðan tíma og ég ætla nefnilega ekki að taka þessa afstöðu Öryrkjabandalagsins persónulega eða gagnvart þessu stjórnarflokkum því að það var sama niðurstaða í þeirri nefnd sem starfaði líka á síðasta kjörtímabili. Það er mikilvægt að þegar það eru stór mál að við reynum að ná samkomulagi. Það er aldrei þannig að allir geti fengið allt sem þeir leggja áherslu á. Það vissu eldri borgarar. Þannig að forysta Landssambands eldri borgara var tilbúið til að koma að borðinu, ná fram ákveðinni niðurstöðu, vinna að gerð frumvarps sem ég gat farið með inn í þingið og mælt fyrir. Ég vona svo sannarlega að við getum náð saman þessar breytingar, sambærilegar breytingar sem snúa að öryrkjum, varðandi framfærsluuppbótina, en það liggur ekki fyrir. Þannig að við erum bara með núverandi kerfi sem eins og skilaboðin sem hafa komið til mín verðist vera það sem menn eru tilbúin að sætta sig við og ég vona ekki. Þannig að ég vona svo sannarlega að ég geti tryggt ykkur sambærilega kjarabót eins og við erum að sjá núna að eldri borgarar eru að fá. Takk fyrir það, Eygló. Mér langar bregðast við þessu, má ég það? Já, þú mátt það. Já, mér langar til að vita fyrir það fyrsta, dettur háttvirtum ráðherra í hug í 1 mínútu að ef að kæri löggjafinn kæmi að því að bæta kjör okkar að við myndum hafna því. Hver er löggjafinn í landinu hér? Er það einhverja nefndir? Hér er spurning til allra frambjóðenda og varðar húsnæðismálin. Já, en vertu þá snögg að því að við skulum ekki vera svona bregðast við hvert öðru, það tekur þá allan daginn. Þá vil ég bregðast líka. Ég bara ítreka það sem ég sagði áðan og ég vona svo sannarlega að við getum náð höndum saman að tryggja ykkur milljarða til viðbótar inn í breytt kerfi. En þá þurfa allir að vera tilbúnir til þess að setjast á borðið, mæta á fundi og vinna að breytingunum saman. Þú er ekki blekkingarmesturinn, þeir segja þetta alltaf þegar það fara í kosningar. Nákvæmlega. Svíkja allt. Við skulum snúa okkur að húsnæðismálunum. Það er spurning til allra frambjóðenda, það er spurt. Hvaða úrlausn hefur þitt framboð til að leysa bráðavanda fólks sem er húsnæðislaust eða við það að verða húsnæðislaust? Og við skulum byrja á Steinunni Þóru Árnadóttur, VG. Já, við teljum að það þurfi að auka mjög það leiguhúsnæði sem er í boði og það sem þurfi að byrja á að gera það sé að tvöfalda stofnframlögin sem veitt eru til uppbyggingar á leiguhúsnæði til þess að það sé að fara miklu hraðar í þessar breytingar og auka þannig framboðið á húsnæði sem er til. Það tekur auðvitað alltaf svolítinn tíma að byggja og þess vegna þarf að ráðast í þetta strax. En svo langar mig að segja vegna umræðunar hér áðan að til þess ef að fara á í breytingar á almannatryggingakerfinu þá er auðvitað ekki hægt að skrifa upp á eða fara í breytingar sem að menn telja verði til þess að veikja stöðu og réttindi öryrkja og það var nú einmitt þess vegna sem að mörg okkar treystu okkur ekki til þess að styðja tillögurnar sem voru lagðar til inn í almannatrygginganefndinni vegna þess að við teldum að þar væri einfaldlega verið að bjóða öryrkjum upp á verra kerfi en þessum verri afkomutryggingu en er í dag. Takk fyrir það Steinunn Þóra. Hanna Katrín frá Viðreisn er næst. Takk fyrir. Það er spurning húsnæðismálin og það dylst engum að þau eru eitt risa úrlausnar efni húsnæðis almennt í íslensku samfélagi í dag og ekki síst þá hjá þeim hópum sem að glíma við lægri tekjur og jafnvel við þar aðstæður að sem klárlega er fyrir hendi að það er ekki allt húsnæði sem að hendar. Þannig að ég tek bara undir það að það þarf að leita leiða til þess að auka framboðið á leigumarkaði og það þurfa bara að koma samstillt átak raunverulega þeirra aðila bæði innan Öryrkjabandalagsins til þekkja og síðan stjórnvalda og óskandi að það samstarf fari betur en mér sýnist það sem rætt varum hér síðast en það er leigumarkaðurinn sem verður að vera allavega að leysa þann bráðavanda sem við blasir. Takk. Takk fyrir það. Óli Björn, Sjálfstæðisflokki. Sko, menn geta komið hér með fyrirheit að leggja hér stofnframlög í leiguíbúðir og svo framvegis og það er góðra gjalda vert.
Vandinn hins vegar sem að við stöndum frammi fyrir og höfum staðið frammi fyrir mjög lengi, minnst ákvæmst hér á höfuðborgarsvæðinu, að það lóðaskortur í rauninni. Það er búið að búa, og það gerðist einhver tíman hér, að sveitarfélögin, sem að ég held að hefðu skyldur til þess að útvega lóðir og gera þær byggingahæfar og svo framvegis, byrjuðu að líta á lóðasölu sem sérstakann tekjustofn. Og við þurfum að hverfa aðeins tilbaka. Og það er eina af frumskyldum sveitarfélagana að búa til og útvega nægilegt framboð á lóðum á hagstæðu verði, þannig að hægt sé að byggja hér með skynsamlegum hætti og annað eftirspurninni. Ríkið getur síðan verið með einhverja aðgerðir, stoppframlög og menn geta jafnvel lofað hér fyrirframgreiðslu vaxtabóta og svo framvegis, en þegar framboðið ekki nægt og sveitarfélögin hafi ekki staðið sér í stikkinu, og þá það tómt mál að tala. Takk fyrir þetta, Sigríður Ingibjörg. Og nú get ég glatt Óla Björn og boðið honum og ykkur einmitt í Ráðhúsið á föstudag, þar sem að Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í Reykjavík, að kynna uppbyggingatillögur í Reykjavík, þar sem verið að byggja þúsundir íbúða. En ég vil segja, við í Samfylkingunni leggjum mikla áherslu á húsnæðismál og það mjög ánægjulegt að Eygló Harðardóttir vann áfram með tillögur okkar frá síðasta kjörtímabili. Það verið að byggja hér upp almennt íbúðakerfi sem leiguíbúðakerfi sem rekið án hagnaðarsjónarmiða með sanngjarnri leigu. Það mun taka tíma. Samkvæmt áætlun ríkisstjórnarinnar, þau segja 2300, en þetta eru nú ekki nema 1500 íbúðir sem að þau eru búin að fjármagna. Við munum fara með það upp í 5000 og þar af 1000 fyrir stúdenta og hækka húsnæðisstuðninginn við þá sem að hafa þyngstu leiguna. En það bráðavandi og það liggur, aðalatriðið að auka framboð af húsnæði og það verið að gera í Reykjavík núna. Síðan erum við með leið líka fyrir þá sem mögulega geta keypt húsnæði að fá fyrirframgreiddar vaxtabætur til þess að eiga fyrir útborguninni og þannig erum við með fjölþættum leiðum að reyna að leysa úr þessum vanda. Takk fyrir það, Sigríður Ingibjörg. Jón Þór, Pírati. Takk. Í stóra myndin hjá Pírötum það að færa okkur meira til norður-evrópska módelsins, það sem að þú ert með öflugan leigumarkað sem að með alls konar, það svo mikið hægt að gera, þau nefna bæði hvað hægt að gera hérna, það hægt að aðstoða þetta sveitarfélögin geta gert það með því að með ódýrar lóðir, það hægt að aðstoða með því að svona sameignar eða félög eins og Búseti og svo framvegis fái hérna ódýrari lóðir. Heildarmyndin að færa okkur yfir í sterkan leigumarkað sem einhver 30% í Norður-Evrópu og færa okkur frá þessu bandaríska módeli sem séreignarstefnan. Það það sem hefur verið hérna í gangi á Íslandi. Það mjög margar leiðir sem eftir að fara að því. Ég heyri það að Samfylkingin að segja að þau eru byrjuð að færa okkur í þess átt, en til þess þá þarf flokka sem vilja fara þá leið. Þeir flokka sem hafa verið við völd vilja séreignarstefnuna. Það bandaríska leiðin og við vitum það hvers vegna sú stefna var til. Það vegna þess að fólk sem að þarf að borga af lánunum sínum, af húsnæðislánunum, það fer síður í verkfall. Takk fyrir það, Jón Þór. Næst það Sigurlaug frá Þjóðfylkingunni. Já, stefnan hlýtur nú að vera svo að auka íbúðir á leigumarkaði. Það var nú svo sorglegt að bankarnir og íbúðalánasjóður seldu eigur fólks til eignarhaldsfélaga í stórum stíl í staðinn fyrir að leyfa fólki að njóta þess að kaupa íbúðina sína tilbaka. Byggingarreglugerðin, hún var nú orðin svo flókin og það var orðið svo dýrt í framkvæmd að byggja hús, íbúðir að venjulegt fólk gat ekki keypt þetta. Hún hefur reyndar lagast töluvert byggingarreglugerðin en mætti lagana meira því að það á líka að vera kostu fyrir fólk að geta keypt sér íbúð ef það langar til þess og ef að kostnaður lækkar við byggingar og eins og lóðakostnaður líka sem á byggingarreglugerðin lægist að þá ætti að vera hægt að byggja einföldustu íbúðir á þess að það kosti því líka formúlu að enginn geti keypt íbúð sér til eignar. Takk fyrir það, Sigurlaug. Þá það Júlíus Valdimarsson, Húmanistaflokknum.
Já, til þess að leysa þessi mál þurfum við að komast út úr þessu ræningjalandi. Við þurfum að komast út úr þessari nýfrjálshyggju sem snýst það hvað sem þeir segja að peningarnir eru fluttir upp til hennar ofurríku. Og þetta manngert kerfi og ætlast til þess vegna eru 1% af heiminum sem á nánast allan auð landsins og hér á Íslandi þá er 1% sem á mest af eigum hér á Íslandi og við þurfum að taka þennan peningaskatt sem tækið sem við nota til að flytja upp til himnaríkis til peningaguðana, taka af þessa vexti. Þeir eru líka manngerðir og við viljum vaxtalaust samfélag. Í dag borgum við 400 til 500 milljarða á ári í vexti. 2012 þá var samanlega þá voru velferðarmál og allur félagslegu kostnaður 550 milljarðar. Við þurfum að hætta að borga þennan skatt, við þurfum að losa þessa milljarða sem eru hundruðum saman og færa þau til þess að búa til það þjóðfélag sem við viljum. Takk fyrir það, Júlíus. Viljum við þetta þjóðfélag sem núna? Nei, við þurfum að breyta því. Ég verð að biðja ykkur að halda ykkur við spurningarnar sem eru þó vil ég gjarnan var þetta ekki til varðandi húsnæðismálin, það vaxtalaus ríkisbanki sem lánar til húsbygginga án vaxta. Já, takk. Það mjög vel sagt og hefði verið hægt að gera það í stuttumáli. Og þá það Eygló Harðardóttir, Framsóknarflokki. Það engin ein lausn sem dugar fyrir 130.000 heimili. Þú þarft að tryggja það að það séu lausnir fyrir öll heimili og við höfum verið að vinna að því. Það þannig að meginþorri Íslendinga vill gjarnan eiga sitt húsnæði, þannig að við þurfum að stuðla því að þeir geti gengið þá öruggu lánaumhverfi, létt skuldabyrðina eins og við gerðum. Það sem við höfum eins að vera að gera á leigumarkaðnum að það var einkar mikilvægt að við náðum saman við aðila vinnumarkaðarins, verkalýðshreyfinguna, sem núna að stíga inn á húsnæðismarkaðinn í fyrsta skipti áratugum saman. Það var líka einkar mikilvægt að við skildum ná þessar góðru samstöð sem skapaðist í þinginu, þannig að við heyrum það að menn hafi hyggju að byggja áfram á þessu kerfi. Og ég vil gjarna hvetja ykkur til að kynna ykkur almenna íbúðakerfið, kynna ykkur möguleikann á því að til dæmis aðildarfélög Öryrkjabandalagsins geta sjálf stofnað sitt eigið félag og sótt framlög til þess annaðhvort byggja eða kaupa íbúðir til þess að leigja sínum félagsmönnum. Við erum að auglýsa í dag eftir umsóknum og ég vil bara eindregið hvetja ykkur til að gera þetta. Brynja hússjóður búin að vera núna í samskiptum við sveitarfélög út all land og erum með áformum að byggja fleiri hundruð íbúða, eitthvað sem hefur ekki verið gert áratugum saman og ég veit að sveitarfélög hafa sjálf líka haft frumkvæði að leita til Landssamtakanna Þroskahjálpar til þess að huga að því hvað sé hægt að gera til þess að fjölga íbúðum fyrir fatlað fólk svo við getum tryggt fólki sjálfstætt líf. Takk fyrir það, Eygló. Þá það Inga Sæland frá Flokki fólksins. Ég hef nú haldið að þegar við tölum húsnæðismál hér á þessum fundi þá séum við aðalega að hugsa hvernig má bæta húsnæðismál fyrir öryrkja. Ég að leigja hjá Brynju hússjóð. Þar maður sviptur ákveðnum réttindum. Þú mátt ekki eiga hund, þú mátt ekki eiga kött, stattu og sittu eins og við segjum, það farið eitthvað annað. Ríkið hefur sýnt það núna með að ganga undan með því fordæmi að 450 íbúðir voru seldar út úr íbúðalánasjóði. 450 íbúðir til leigu einhvers fyrirtækis sem að byrja á því að segja upp öllum leigjendunum sínum náttúrulega og endur bjóða þeim leigu með stór hækkun á leiguverði. Og það hárrétt. Og það sem við erum að tala núna, hvað þið mátt gera fyrir 450 íbúðir fyrir okkur, við erum aðalega eins og ég segja og ítrekka að tala öryrkja. Þess vegna erum við komin saman hér. Þannig að flokkur fólksins lítur til þess að einhver vill taka utan okkur og gefa okkur kost á því því við getum náttúrulega enga veginn keypt okkur íbúð með 200.000 kall á mánuði, það segir sér bara algjörlega sjálft. Að minnstakosti gefa okkur kost á því ef að vænkast hagunni seinna meir að við séum þá í einhverju þannig kauplegu umhverfi að við höfum kannski 5 ára aðlögun að því að sjá til getum við kannski eignast þessa íbúð að því að hagur okkar hefur vænkast, við höfum dottið í einhvern lukkupott eða eitthvað komið fyrir þannig að svo leiga sem við höfum verið að borga síðustu 5 árin megi líta til hennar að stórum hluta sem útborgun í þá íbúð sem við væntanlega fáum þá að eignast sjálf. Og það líka annað sem ég langar að taka fram, það fáránlegt
að halda því fram að við getum greitt leigu upp á 150 og 200.000 á mánuði en síðan svo ógjaldgeng til þess að fara í greiðslumat og erum ekki einu sinni metin til þess að geta borgað að 50.000 króna íbúðaláni. Þetta svolítið sérstakt. Takk fyrir þetta, Inga. Ástadís, Dögun. Ég ætla nú bara að fá að lesa úr kjarnastefnu Dögunar húsnæðismál. Húsnæðisöryggi eru mannréttindi. Húsaleigumarkaður skal uppbyggður að norrænni, þýskri eða austurrískri fyrirmynd. Auka þarf valkosti á húsnæðismarkaði og tryggja langtíma leigurétt. Skapa þarf rými fyrir óhagnaðardrifin húsnæðis samvinnufélög. Og Dögun alfarið á móti því að fjármálafyrirtæki stofni og reki fasteignafélög inn á leigumarkaði sem arðsemis fjárfestar. Takk fyrir það. Þá það Steinunn Ása Þorvaldsdóttir en aðstoðarkonunnar ætlar að fá orðið núna. Já. Takk fyrir. Ég heiti Theodóra og í öðru sæti í Suðvestur fyrir Bjarta framtíð og líka í bæjarstjórn í Kópavogi, formaður bæjarráðs þar. Mér langar til að bregðast við líka fyrst sambandi við lóðaskort og ábyrgð sveitarfélagana. Við teljum að það sé ekki lóðaskortur, það til nóg af lóðum og að minnsta kosti í þessum sveitarfélögum sem eru svo Hafnarfjörður og Mosfellsbær og það mikið í úthlutun. Við reyndar til að koma að því, þá fögnuðum við þessu frumvarpi almenna íbúð þó það hafi komið mjög seint fram og við söknum þess líka að það yrði meira samráð við sveitarfélögin vegna þess að sveitarfélögin eru svona stór aðili á þessum markaði varðandi íbúð fyrir öryrkja. En það sem að Kópavogur til dæmis sem ég stend fyrir og við vorum til þess að önnur sveitarfélög og jafnvel ríkið horfið til, þá myndum við húsnæðisskýrslu strax á síðasta kjörtímabili, eða núna þessu kjörtímabili og það sem við vorum í ýmsar lausnir hvað varðar félagslegt húsnæði og mér langar til þess að minna á það að við erum með nýtt úrræði, það sem einmitt var komið hérna inn á, að þegar fólk sem í félagslegu húsnæði hækkar örlítið í launum, þá hefur það lent í því að vera hent út nánast úr félagslegu húsnæði og dottið svo á milli markaða, ekki fengið greiðslumat og ekki geta leigt. Þannig að við erum komið með nýtt úrræði sem að við vonumst til þess að önnur sveitarfélagi horfi til, að það er að sveitarfélagi kemur til aðstoðar og lánar milligjöf og sem 15% í kaupverði íbúðarinnar og það sem vaxtalaust til 5 ára, það ekki borgað því. Þannig við erum með ný úrræði hvað varðar þessi mál og ég held að lög almenna íbúðir góð lausn, hún mátti koma fyrr og svo bara hvetjum við sveitarfélög til þess að búa til fleiri úrræði til þess að vera með meira val. Takk fyrir það. Guðmundur Magnússon, Alþýðufylkingunni. Já, Alþýðufylkingin vill vinda ofan á markaðsvæðingunni sem hefur aukist á flestum sviðum undanfarna áratugi og félagsvæða hagkerfið, samanber bankana og húsnæðismálastofnun. En þetta ekki hægt meðan við erum í EES, í miður. Og svo ég orðinn svolítið leiður á þessu ölmusu kerfi, alltaf verið að tala þá sem minna meiga sín, staðinn fyrir að tala rétt allra. Takk fyrir. Já, það fer að líða að lokum hjá okkur að því sem að verður hægt að taka spurningum sem að barust úr sal sem að, já, ættu þó allar að eiga rétt á því að þeim væri svarað ef við hefðum meiri tíma. En hér ein spurning til allra sem að margir hafa eflaust áhuga á að fá svar við. Og við ætlum að byrja á henni Steinunni Þóru og spurningin hljóðar svona: styðjiði afturvirka greiðslu öryrkja og aldraðra frá áramótum 2014-2015. Og við byrjum á Steinunni Þóru Árnadóttur frá VG. Þetta góð en mjög erfið spurning. Ég átta mig ekki á því hvaða fjárhæðir liggja undir þegar að verið að tala afturvirka greiðslu frá þessu
frá þessum tíma, þannig að ég treysti mér ekki til þess að svara því játandi, einfaldlega vegna þess að ég hef ekki hugmynd það hvað stór þessi upphæð sem ég væri þá að lofa, en ég legg hins vegar áherslu á það að við í Vinstri grænum viljum að bætur fylgi lágmarkslaunum og þar verðum við að horfa til framtíðar og að byrja strax á því að fara í þessa hækkun, en til þess að fara aftur á baki tíman þá tel ég óábyrgt að lofa því bara án þess að vita hversu há sú upphæð er. Það er hið hreinskilna en kannski leiðinlega svar. Hanna Katrín Viðreisn. Takk fyrir. Ég verða bara að vera á sömu hreinskiln og leiðilegu mögulega nótum með þetta. Við erum nýtt stjórnmálaafl sem höfum verið á harðarhlaupum undanfarið við það að móta stefnu okkur til framtíðar. Vissulega er þetta hluti sem við þurfum að kynna okkur. Ég persónulega þekki ekki þar upphæðir sem eru hérna í húfi og get þar að leiðandi treysti mér ekki til að taka einarða afstöðu til þess. Það er hins vegar með framtíðin í huga, þá erum við í Viðreisn algjörlega á því að bætur og laun, lægstu laun, bætur, þetta fylgist að í þróun, það er að segja að hækkanir komi jafnt og þétt inn áskildar á sömu tímum, þannig að svona staða muni þá allar ekki koma upp aftur ef svo fer. Takk. Takk fyrir það. Óli Björn, Sjálfstæðisflokki. Já, ég tek bara undir með þeim. Ég held að við stöndum núna frammi, við erum átt okkur því líka að núna er verið að auka útgjöld til almannatrygginga. Við getum deilt það hvort það er nægjanlegt, en það er þó verið að auka útgjöld til almannatrygginga 10 milljarða vegna þeirra laga sem er verið að setja vonandi í komandi viku. Það þýðir að útgjöld til almannatrygginga hafa aukist 34 milljarða frá árinu 2013. Og það er nokkur áfangi, við getum reynt síðan að halda áfram og byggja á það, og eitt af því sem að ég aftur ítreka, ég vona bara að okkur beri gæfa til þess saman að vinna því að innleiða hér starfsgetumat, ég er sannfærður það mun leiða til þess að hagur öryrkja mun vænkast verulega. Það er sameiginlegt verkefni okkar. Takk fyrir þetta, Óli Björn. Sigríður Ingibjörg, Samfylkingu. Já, við í Samfylkingunni höfum lagt til, eins og ég hef komið inn á áður í þrígang, að það væri að greiðslur til lífeyrisþega fylgi þróun á vinnumarkaði. Ég treyst við munum núna í fjáraukalögunum en eina ferðina leggja slíka afturvirkni til, og það yrði til 1. maí 2016, en þá varð hækkun upp í 260.000 á vinnumarkaði og við munum leggja þá hækkun til. Og þá fáum við svörin skýr frá Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki hvað þau eru tilbúin til að gera í þeim efnum. Takk fyrir það, Sigríður Ingibjörg. Og þá er það Jón Þór Pírati. Já, takk. Veit ykkur einnig í salnum hvað er há upphæð? Ég veit allavega að ég talaði við eldri borgara, félag eldri borgara, og þeir sögðu að það sem þeir hafa tapað frá hruni, sem þeir hafa verið hlunnfarnir, það er alltaf sett inn í lögin, fjárlögin, við ætlum ekki að gefa ykkur þetta núna, þó að það stendur í lögum að þið eigið að fá þessa hækkun, en þeir segja þetta séu 17 milljarðar. Þeir eru 40.000 og þeir eru 17.000 öryrkjar, þá eru þetta kannski, 8 milljarðar, eitthvað svoleiðis. Og þá eru spurningin, hvernig eigum við að verja þessum 8 milljarðum? Það er alveg klárt að það er hægt að fá meira, við getum fengið eins og ég sagði markaðsleiguverð fyrir auðlindirnar okkar, það er hægt að herða skattaeftirlit með þeim sem eru með aflandsfélög, það er hægt að sækja peninga þarna, það er hægt að auka samkeppni og gera samfélagið okkar miklu ríkara. Þannig að það ef þú ert ekki háður sérhagsmunum, þá er hægt að gera þetta samfélag ríkara og ná meira sem getum deilt út. En þá er spurningin, hvernig veiða því? Hvernig var verja því? Og það sem við fórum að gera, við fórum bara töluðum við öryrkjabandalag og spurðum hvað setið þið í forgang? Og varðandi kjaramálin var það að fá lágmarkslífeyrinn upp. 306.000 var talan sem við fengum frá þeim. Takk fyrir það, Jón. Þannig að það myndi ég gera. Bara tala við fólk sem málum snýst, spurja það hvernig viljið þið hafa þetta. Það er það sem við myndum gera. Við skulum gefa Sigurlaugu frá Þjóðfylkingunni orðið. Já,
Ég held að flesti muni það hvað þetta var köldgusa í andlitið á öldruðum og öryrkjum þegar að allir forráðamenn þjóðarinnar fengu þarna pening í stórum bunkum og gusum og aftur og bak og áfram og einmitt og hérna fólk satt bara með tárin í augunum yfir hvers konar vanvirðing þetta væri við fólk sem hefði svona lítið á milli handana. Á sama tíma var verið að henda 2 milljörðum í einhvern Asíubanka sem við höfum ekkert að gera með og vitum ekki einu sinni hvort við eigum nokkuð tíman eftir að sjá einhverjar færslur hann í blöðum yfir höfuð en hann kemur ekkert við okkur á neitt nátt. Við fáum eitthvað gróð út úr honum eða nokkurn einasta skapaðar hlut, betra ekki svo ég viti, sko, ég hef ekki séð neitt það. Betur hefði ég vilja sjá þann pening fara til þeirra sem að helst þurft á því að halda að ná þessum tíma þegar komið svona var fram við okkar fólk, aldrað og öryrkja. Júlíus Valdimarsson, Húmanistaflokknum. Já, það ekki spurning það að það hægt að gera þetta allt saman, það hægt að flytja, við erum ofurríkt þjóðfélag og við getum flutt til fjármagnið frá þessum ofurríku og breyta stefnunni að því að það varðar og hérna þannig að það er það sem að skiptir máli. Takk fyrir það. Eygló Harðardóttir, Framsókn. Já. Ég vona svo sannarlega að Öryrkjabandalagið muni nú berjast fyrir framvirkum hækkunum og breytingum á bótakerfi eða lífeyriskerfi öryrkja til framtíðar. Það sem var gert á síðasta kjörtímabili var erfitt. Ég sat ekki þeirri ríkisstjórn, ég var í stjórnarandstöðu. En það sem gerðu að þeir voru að huga því að reyna að vernda þá sem höfðu allra minnst í almannatryggingum. Þannig að vinsamlegast ekki berjast fyrir því að einhverjir aðrir en þið fáið svokallaða afturvirka leiðréttingu. Hugið af framvirkum hækkunum bótagreiðsla og það að fá nýtt kerfi sem felur í sér milljarða. Ég má til með að spyrja það, hvað hérna orðið í sambandi við þá skerðingu, 30% skerðingu sem var þarna 2009 og frameftir, vegna þess að það verður ekkert verið rætt hana, það auðvitað þarf að bæta það afturvirkt. Og það er allir búin að fá bætur, hæstaréttardómarar og allir og ég vil að þessi hérna 30% skerðing, hún þarf að leiðrétta það eins og hún hefur bara gleymst. Það hefur verið aðeins verið spurt varðandi upphæðir bara stuttlega að 69. greinin talar það að framlögin í almannatryggingar að hækka annarkvort vegna verðlagsvísitölu eða launaþróunar eftir því hvort hærra. Þegar við skoðum heildartölur sem hafa farið inn, þá liggur það fyrir að framlög sem hafa farið inn í almannatryggingar hafa uppfyllt 69. greinina. Þannig að ég vil endilega hvetja ykkur til þess að krefjast aukina hækkana á einstökum bótaflokkum og nýtt kerfi. Hvað ætlaði að gera við sem að þín stjórn setti 2009? Ég er að segja sko, eigum við og Öryrkjabandalagið að berjast fyrir þessu? Er það ekki löggjafinn sem að setja þessar reglur? Hvers vegna mismunar löggjafinn okkar? Hvers vegna það sem löggjafinn fótum treður okkar stjórnarskrávarinn rétt? Það bara mín fáránlega spurning til ráðherra, en ég ætla nú aðeins að kíkja á hitt. Jú, Flokkur fólksins vill leiðrétta afturvirkt þá fádæmalausu skerðingu sem átti í stað á okkur fátækasta fólkinu í landinu eftir hrun. Auðvitað var það fordæmalaust hvernig ástandi var og allt var að fara á hliðina. En hvað var gert? Jú, við vorum að taka milljarða og 10 milljarða ofan og forgangsröðunum var frekar í að bjarga séreigna hagsmunahópunum, þeim sem að voru með augun rauð að safna auð og aftur á móti við vorum látin sitja eftir. Auðvitað viljum við fá leiðréttingu. Það ekki bara það að sé einhver kjarabót, það bara einfaldlega verið að leiðrétta það sem við þegar eigum inni og höfum ekki ennþá fengið. Við erum ekki ennþá fann að fá neina hækkun á okkar bætur og það sem var núna verið að henda í okkur síðasta janúar, síðastliðin
9,7% sem gjarnan verið að státa af. Það voru launahækkanir okkar fyrir árið 2015. Við erum ekki búin að fá krónu fyrir árið 2016. Á meðan að æðstu embættismenn þjóðarinnar fengu til dæmis tíföldun á fasta yfirvinnu frá 50.000 kall í 500.000 kall á mánuði og meira að segja þegar þeir í fríi. Og það var árið 2016. Það alltaf eins og við kostum og mikið. Og aðeins eitt enn. Já. Með mikrofónu. Aðeins eitt enn sem ég langar til að segja. Við eigum ennþá lífeyriskerfi, lífeyrissjóði sem eru allt að kæfa og drepa hérna í þessu samfélagi. Við erum með okur lífeyrissjóðskerfi sem að gleypa okkur lifandi. Við erum með undanþágureglu sem var sett 1988 frá því að þetta kerfi greiddi okkur skatt. En í staðinn, núna eigum við útistandandi frá þessu kerfi 930 milljarðar hvorki meira en minna. 800 milljarðar sem geta komið til okkar í okkar innviði til að byggja upp okkar samfélag til við sitjum einhvern tímann öll við sama borð. Auðvitað getum við ekki orðið einhverjir millar eða eitthvað slíkt og auðvitað gleðilegt ef fólki gengur vel og við erum ekki að sjá ofsjónum yfir því. En við viljum fá að lifa með reisn. Við viljum fá að taka þátt í þessu samfélagi. Ég ætla að biðja Eygló afsökunar á því að hafa komið á skerðingunni 2009. Rétt að spurja Samfylkinguna og Vinstri græna það hvað þeir ætla að gera til að bæta þetta. Það þeir sem komið þessu á og hún hefur staðið þessi skerðing, 30% skerðing, allan tíman þar til í dag. Takk fyrir að taka þið fundarstjórnina en ég ekki tilbúin að láta hana hendi. Ég telði ekkert eftir mér. Ásta Dís Guðjónsdóttir, Dögun. Já, ég segi já, en hún þarf að skila sér á réttan stað. Hún þarf ekki bara að brúa heldur loka kjaragliðnunin sem við urðum fyrir. En svo annað í þessu, sem fötluð kona, þá neita ég að vera eilífi dæmd til fátæktar og eymdar lífs lágmarkstals. Ég búin að fá leið á öllu tali lágmark í þessu. Við þurfum opinber framfærslu viðmið og fá greitt samkvæmt þeim. Ég vil mótmæla í eitt skipti fyrir öll að það sé alltaf fest við okkur þennan hóp hérna þetta orð lágmarks. Við erum lágmarks. Og lágmarks, það erum við. Takk fyrir það. Steinunn Ása næst. Til að svara. Björt framtíð studdi það mál á þingi og við segjum já. Takk fyrir það. Nöfurmannlegt svar. Guðmundur Magnússon, Alþýðufylkingunni slær síðan botni í þetta. Já, það var nú svo lítið að það var hægt að gera þetta með æðstu embættismenn og alþingismenn. En það var ekki hægt við öryrkja. Það eins og menn hafi ekki átt að sjá að það eru komnar tölvur og búið að flytja þær inn, en það kannski of mikið að ætlast til þess. Varðandi starfsgetumati, það hefur bara ekkert með þetta að gera. Það ekkert spurningum starfsgetumat hvort að menn komist af eða ekki. Þetta spurningum að allir hafi til hnífs og skeiðar og lifi mannsamandi lífi. Ég ekki lengi á þetta. Við erum víst búin með tímann sem að ætlaður til að svara spurningum úr sal. Nú ætla ég að þakka fyrir mig og þakka frambjóðendunum fyrir frábæra framistöðu og fyrir að virða tímamörk svona að mestu leyti og gefa henni Ellen Kalmón orðið en hún ætlar að kynna spánýjakönnun hvað þjóðinni finnst þau atriði sem hafa verið hér til umræðu í dag. Takk fyrir. Komið sæl. Ég þakka kröftugar umræður og greinagóð svör frá frambúðum. Áður en ég fer í þessa spánýju Gallup-könnun þakka ég auðvitað Þóru Kristínu fyrir skörulega fundarstjórn. Þá verð ég auðvitað að svara hér örstutt því sem að fram hefur komið og þá einhver var þetta starfsgetumat. Hann orðaði þetta afskaplega vel en Guðmundur Magnússon hér rétt áðan að hækkun lífeyris hefur auðvitað ekkert með starfsgetumat að gera, heldur það að fólk fá að lifa mannsæmandi líf og komist af á þeim lífeyri sem að þeir skaffaður á Íslandi í dag.
Örorkulífeyrisþegar eru eðli málsins samkvæmt fólk sem hefur skerta starfsgetu. Sumir hverjar geta ekkert tekið þátt á vinnumarkaði, aðrir geta tekið örlítinn þátt. Þeir sem taka örlítinn þátt, þeir fá líka örlitlar tekjur. Eygló vísaði hér í almannatrygginganefnd þar sem við áttum klárlega sæti. Það var fullkominn samhljómur í almannatrygginganefndum og það þyrfti að fella út þessa sérstöku framfærsluuppbót sem skerðist krónu móti krónu. Það voru allir sammála Hins vegar komum við klárlega með tillögur að starfsgetumati. Þess vegna ekki hægt að orða það sem svo að það sé eitthvað sem að Öryrkjabandalaginu hugnast alls ekki. Heldur viljum við að sú leið sé farin sem að gerir það verkum að allir njóti góðs af. En það sé ekki farið í nýtt kerfi þar sem einhverjir njóti ekki góðs af. Og hún kom nú inn á það líka, hún Steinunn Þóra áðan. Þannig að Óli Björn talaði það, starfsgetumat, þú getur séð kerfið okkar í skýrslunni Virkt samfélag sem ég ger nú frekar á fyrir að þið þekkið inn og út. En það fullkominn ósamhljómur í þessum tillögum ríkisstjórnarinnar og þessum tillögum starfsgetumat þegar að ríkisstjórnin komst ein og óstudd að þeirri niðurstöðu að það væri best að hækka örorkulífeyri gegnum sérstöku framfærsluuppbót. Það að segja krónu móti krónuskerðingu. Það þýðir það að ætli örorkulífeyrisþegar með skerta starfsgetu að vinna sér örlitlar krónur inn, þá skerðir það bótaflokkinn krónu móti krónu. Og ég á bágt með að lesa þetta öðruvísi en svo að því þetta var ekki niðurstaða almannatrygginganefndarinnar, alveg sama á hvaða flokk var litið. En ég á bágt með að lesa þetta sem svo að því að okkur hugnaðist ekki þær tillögur ríkisstjórnarinnar að búa til nýtt kerfi sem myndi skerða hag einhverra í hópnum. Það hefðu einhverju grætt en það hefðu einhverju skerst. Og það ekki í lagi þegar fólk með 185.000 krónur í framfærslu að það skerðist í nýju kerfi. Ef það á að fara nýtt kerfi, þá þarf að vera kerfi þar sem allir hagnast. Eru þetta þá bara hrein og klár refsing? Þetta refsing að nú hækkum við til ykkar bara þennan bótaflokk sem að engum í almannatrygginganefndinni, engum, hvorki ríkisstjórnarflokkunum öðrum, hugnaðist það gert? Í alvörunni. Þetta ákváðu þig, þó að ykkar fólk legði þetta ekki til í almannatrygginganefndinni. Ríkisstjórnarflokkar. Eftir að hafa setið í þessari almannatrygginganefnd í 3 ár, þá urðu niðurstöðurnar allt aðrar en það sem Öryrkjabandalagið lagði til. Það var ekki tekið tillit til neinna af þeim niðurstöðum, grundvallar tillögum sem Öryrkjabandalagið lagði til. Þá var okkur boðið, fyrirgefið, leyfið mér að tala, þá var okkur boðið að setjast í samráðshóp sem átti að vinna úr þeim niðurstöðum þar sem ekkert hafði verið á okkur hlustað. Skiljiði? Ég skil það ekki. Þið veitir, við komumst á þessar niðurstöðu hérna að við ætlum ekki taka tillit til ykkar niðurstaðna, nú skulum þau koma og búa til lögum þetta hérna að sem að okkur finnst. Þar sem við ætlum að skerða ykkur. Mér finnst þetta móðgun, mér finnst þetta bara móðgun mannréttindi. Að þessu sögðu, þá bendi ég á, það ekki búið að slíta þingi. Nú getið þið farið heim og þið getið tekið þessa upphæð sem að þið ætla að hækka sérstöku framfærsluuppbótunum, skellt inn í grunnlífeyri, ég veit að það ógeðslega dýrt, ok, ég skal alveg díla með það að þið sitja þá bara inn í tekjutryggingu, það aðeins ódýrara. Þá ég búin að gefa eitthvað eftir, ekki satt? Gerið þið það án að þingi lýkur eða takið bara sérstöku framfærsluuppbótun eins og hún núna og skellið inn í tekjutryggingu. Þá getur fólk grætt eitthvað af þessum 10, 20 og 30 skalli sem að mögulega getur unnið sér á mánuði. Það varla bíóferð fyrir fjölskylduna. Þannig að það eru lausnir, við höfum bent á fjöldan allan að leiðum, fjöldan, og það má finna í ráðherrabréfum sem við höfum skrifað. En það hefur bara ekki verið hlust á. Þannig að ég vil ekki heyra orð það að við höfum ekki tekið þátt í samráði. Það ekki rétt. Nú, þá sjáum við hvað þjóðinni finnst og vonandi kýs hún í takti við það. Jæja, það hérna slideshowið, byrjar hér. Það byrjar hér. Tæknimaðurinn fór eða hvað? From beginning, fyrirgefiði. Hver gerir könnunina?
Megum við ekki fara út í sal svo við sjáum glærurnar? Jú, endilega. Hérna, þetta Gallup-könnun, from beginning. Svona. Af hverju kemur þetta ekki hérna fram? Hvað tæknimaðurinn? Já. Halló, er einhver... Já, þetta komið. Ok, flott. Jæja, Gallup-könnun var þannig að það voru þessar 5 spurningar sem voru spurðar. Fyrsta spurningin var þessi. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? Það er að einstaklingstekjur upp á 296.000 krónur myndi duga þér til framfærslu í hverju mánuði. Ég fæ ekki þetta glærusjó til að byrja. Tæknimaður. Hann er að koma. Ok. Þannig gerist það. Þannig kemur þetta. Nei, það kemur ekki á skjáin. Ég skal segja ykkur það að það voru 59,7% ósammála því að þessi framfærsla myndi duga. Getur þú sett þetta á fyrirgefn? Já. Það voru 59% sem voru ósammála því, þar sem sögðu að þessi upphæð myndi ekki duga til framfærslu í hverju mánuði. Þau tæplega 40% sem voru sammála því að þetta myndi duga, það voru þeir sem búa einir og eru 18-34 ára, sem sagt yngsti aldurshópurinn, og svo 67 ára eldri, elsti aldurshópurinn. Og það er kannski ekki skrítið að við horfum til þess að þessi yngsti hópur, hann er kannski í námi, hann er nýkominn út á vinnumarkað, er með lágar tekjur, býr mögulega heima á foreldrum, og elsti hópurinn 67 ára eldri ávæntanlega flestir meira í íbúðunum sínum og eru þar með ódýrur húsnæðiskostnað. Þannig að þeir töldu þetta duga, en 59,7% telja þessa upphæð ekki duga. Þetta eru 296.000 í ráðstöfunartekjur. Getið ímyndað ykkur hvernig svörin væri ef við byðum upp á 185.000 krónur ráðstöfunartekjur. Númer 2. Ertu hlynntur eða andvígur? Þannig að sjáu skiptinguna, þeir sem að geta notið glærunar. En þetta er svona kökuskipting með þessum tölum sem ég sagði. Hversu sammála eða ósammála? Svo kemur næsta. Ertu hlynntur eða andvígur því að umbuna í fyrirtækjum og stofnunum sem ráða til starfa fólk með skerta starfsgetu? Það er 78,7% hlynnt, 17,1% hvorki né og 4,1% eru andvíg. 17,1% hvorki né er þá í yngsta og elsta aldurshópnum. Það er þá sami hópur og sagði áðan að 296 myndi mögulega duga. Þannig að 78,7% þjóðarinnar er hlynnt því að þessi tekið upp einhvers konar umbunarkerfi, líkt og þið fengu spurning í dag og margir tóku vel í, og málefnahópur atvinnu- og menntamál, málefnahópur bandalagsins atvinnu- og menntamál leggur til að þessi komi á slíku umbunarkerfi. Ég vil líka hafa sagt þessa setningu hér að til að byrja með gætu opinberar stofnanir og fyrirtæki auglýst, þau eru auglýsandi starfsfólki að nota þessa setningu, fatlað fólk og fólk með skerta starfsgetu hvatt til að sækja um. Það væri það fyrsta, af því að við erum alltaf að tala um jafnrétti kynjanna sem er klárlega nauðsynlegt, en þá er þetta jafnrétti líka á öðru sviði. Næsta spurning. Ertu hlynntur eða andvígur því að tryggja skuli með lögum að sveitarfélögum sé skylt að veita fötluðu fólki óháð aldri akstursþjónustu svo það geti farið allra sinna ferða? 86,6% eru hlynntt því að sveitarfélög skuli vera skylt að veita akstursþjónustu. Og þeir sem voru hvorki né eða andvígir, það var fólk sem var með 800.000 krónur í tekjur, einstaklingstekjur á mánuði eða hærra. Þeir voru andvígir eða hvorki né. En það er náttúrulega kannski bara eðlilegt að því að þeir hafa það mikla tekjur að þeir telja allir geta borga fyrir þetta. Þannig að við erum ekki hissa á því að þessir hópur hafi verið hvorki né eða andvígur. Allt er góður með það. Meirihlutin vill þetta. Ertu hlynntur eða andvígur því að tryggja skuli með lögum rétt fatlaðs fólks til notendastýrðar persónulegar aðstoðar, og það voru frábær svör hjá framboðum. Ég gat ekki annað heyrt svona að bara yfir höfuð að fólk vilji lögfesta þetta, sem er bara hið besta mál. Það er líka 81,1% þjóðarinnar, eða þessari Gallup-könnun, sem eru hlynnt því að NPA verði lögfest. Þeir sem sögðu hvorki né og andvígir, það var yngsti aldurshópurinn. Svo er það næsta mikilvæga spurningin. Ertu hlynntur eða andvígir því að svo heilbrigðisþjónusta sem ríkið niðurgreiðir í dag, svo sem þjónusta heilsugæslu, sjúkrahúsa, sérfræðilækna og læknisfræðilegar rannsóknir verði gjaldfrjáls?
Það er 77,1% hlynnt því að þessi þjónusta verði gjaldfrjáls. Þeir sem voru hvorki 9,1% eða andvígir 13,8% voru einstaklingar með tekjur yfir 800.000 krónur eða hærra eða fjölskyldur sem voru með tekjum yfir 1,250 milljónum krónur mánuði eða hærra og svo var það yngsti aldurshópurinn. Þannig að það kemur okkur svo sem ekkert óvart að þetta sé hópurinn sem að segir hvorki né að vera andvígur. Það er fólk með mikla fjármuni og svo yngsti aldurshópurinn. Þetta voru niðurstöður Gallup-könnunarinnar og þær verða sjálfsögðu settar á heimasíðu Öryrkjabandalagsins og við gerum auðvitað ráð fyrir því að framboðin sem hér voru í dag og mörg hver töluðu fyrir þessu niðurstöðum haldi því áfram og vinni sannanlega að því þegar þau hafa hlotið kjör. Takk enn og aftur fyrir fundarstjórnina, takk framboðin fyrir að koma og svo segi ég bara hver fyrir sig, kjósi rétt, kjósum betra samfélag fyrir alla, ekki bara suma.